Já, velkomin á Frelsi TV. Eins og þið sjáið þá ég minn eigin mixmaður. Ég ekki með neinar milljarða á fjárlögum og innheimti afnotagjöld með ofbeldi. Nema þá stöðugt nöldur geti flokkast undir eitthvað konar ofbeldi. Og ég suða svolítið að fá áskriftargjöld kannski, eða svona eitthvað lifibrauð, þannig að ég verði ekki mjög svangur. En ég ætla að vera með svona live í kvöld og það alltaf úðalega vinsælt eða svona stundum. Og það búið að vera, já, þetta verður svona Axel fullur light. Ég ætla að drekka bjórið minn, eða þetta svona pilsnir, 2,8%. Og svo ég með hóstasaft hérna. Ég veit nú ekki eins og hvað heitir. Pilsnerinn klikkar ekki. Þetta pilsner sötur mitt byrjaði sem eitthvað svona heilsupæl. Ég fór í búðina hérna hjá okkur og leitaði að svona heilbrigðum drykkjum og ég tók eftir því að í pilsner ekkert þetta bara snilldar drykkur sko. Náttúrulegur og vænn og það nú bara gott mál sko. En það eru nú sumir, ekki margir, á svona menningarvitum Íslands að að þeir eru, skal ég segja þér, hann að hlusta á hann Axel. Reyndar eru sko mockingbirdararnir, the mockingbirds. Þeir eru frekar duglegir við að sparka mér út af sínum veggjum. Og ég veit ekki hvort þið viti hvað Mockingbird Mockingbird operation sem að byrja með Mockingbird. Já, ég get nú ekki notað þennan brátt fyrir ég að fylgjast með kommentunum frá okkur. En ef þið vilja koma í útsendingu í kvöld, þetta svona open mic night, þá set ég bara linkin hérna inn, sjáðu, á kommentunum, undir eða við hliðina, þetta hvernig með stilt. Og þessi linkur á eitthvað að hjálpa ykkur að komast inn í útsendingu hjá mér. Þið getið bara alveg held ykkur yfir mig eða hvernig það er. Já, Mockingbird Operation Mockingbird. Það mjög oft sem að ég að segja hluti sem að fólk virðist bara vera að heyra í fyrsta skipti á ævinni. Svo Agenda 21, Delphi aðferðin. Aldus Commentarus, þjóðfélagsverkfræði. Fólk hafði bara ekkert heyrt þetta sko. Sem náttúrulega eðlilegt að þessi haldið kerfisbundi frá fólki. Það komin einn hlustandi. Það má búast við alls konar truflunum líka í kvöldi, áttu ykkur á því. Frá himnaföðunum. Hérna sjáum við fyrirbæri
sem heitir Operation Mockingbird. Hvað var það aftur? Hvað var Operation Mockingbird? Þetta alveg frá því 1950, sko. Þeir byrjuðu 1950 á þessari aðgerð. Og þeir voru svo sem að leiddi þessa aðgerð, þessi Alan Dulles, hann endaði sem yfirmaður CIA. Þannig að þeir hafa verið mjög ánægðir með hann. Og það nú talað að Pentagon sé orðið bara 80-70% af þeim sem eru að labba gangana í Pentagon séu svona PR-fólk og fjölmiðlalið. En Operation Mockingbird var sem sagt hugmyndin það að yfirtaka alla fjölmiðla og stýra þeim til þess að fólk gæti ekki hugsað heilbrigða hugsun. Það var heila áætlunin. Og þetta náttúrulega orðin ein af helstu útflutningsvörum Bandaríkjamanna. Það svona Mockingbird dæmi. Amerikanar flytja orðið út helst bara dauða og viðbjóð, sko. Hérna Rand Corporation. Og Rand Corporation þjóðfélagsverkfræðistofnun. Og inn í þessar stofnanir fólk valið. Háskólarnir eru svona þjálfunarkampar einhverjir. Og í háskólanum, ef að prófessorunum líst vel á þig til vondra verka, þá verður boðin alls konar tilboð inn í Rand Corporation. Og ef þú ert svona hægri sinnaður, þá boðið hérna megin. Hérna svona þessi hægri turn að til Sjálfstæðisflokknum eitthvað svoleiðis, þá ertu þjálfaður hér. En ef þú hefur svona vinstri sinnaðar hugmyndir, þá boðið hingað í Fabian Society. Og til dæmis hann Russell Brand, hann Fabian, sjá þetta svo trúarráðstefna. Hvað var þetta? Halleluja, Fabian, halleluja, Fabian. Þetta nefnilega trúarbrögð. Þetta svona trúarhreyfingar og þeir byggja sína trú á Saturnisma sem að djöfladýrkun í rótina. Saturn, religión, atheistar tilheyra mikið Saturn trúarbrögðunum. Kjúpin. Images. Þetta sjáið þið tákn Saturnismans. Og atheistar eru allir saturnistar, en þeir vita ekki af því. Þeir eru svo illa blekktir að þeir vita ekki einu sinni af því að þeir eru í sértrúarsafni. Og hérna athyglisverð mynd. Hérna að sýna okkur hvað inn í þessu apparati. Sýnist þetta að vera svona svipað og sáttmálsörkin. Og sáttmálsörkin ákveðið fyrirbæri líka. Þetta að lótast hérna. En já, Operation Mockingbird, það var sem sagt aðgerð til þess að yfirtaka alla fjölmiðla og stýra fréttum. Þess vegna sjáum við til dæmis á Íslandi að þá valdstjórnin að kaupa upp alla fjölmiðla landsins. Og ég á Frelsi TV, ég náttúrulega bíða eftir tilboði frá þeim.
Það allt til sölu, það ekki, fyrir rétt verð. Og hérna Operation Gladio. Þetta skal ég segja þér, full upplýst og uppljóst að Operation Gladio voru hryðjuverka starfsemi NATO og Co. eða OTAN hryðjuverkasamtakana í Evrópu sjálfri. Þannig að þeir voru að fremja hryðjuverk í Evrópu. Já, það voru þeir að gera, blessaðir. Og og nú segja menn að ég sé geðveikur að láta mig detta í huga að NATO og Co. sé í vondum verkum. Ég hlýt að vera bara einhvern veginn geðveikur, sko. Já. Halló. It's bara here, right in front of you. Ekki það að Wikipedia sé alltaf að segja satt, en þetta staðreynd. Og núna vitum við að það verið að keyra Gladio B. Gladio B snerist það að opna Tyrkland í báða enda. Það snerist það að opna Tyrkland þannig að eiturlyfjaflæðið færi auðvitað í gegnum Tyrkland frá Afganistan, ópíumræktunin þar. Og það full sannað núna að NATO búin að vera prima mótus í fjármögnun Al-Qaida og ISIS og hvað þessir jólasveinar eru kallaðir þessi jólin. En það hefur komið í ljós það hefur komið í ljós, skal ég segja þér, að sonur forsætisráðherra Tyrklands, hann með fyrirtæki sem voða mikið að vinna í Sýrlandi í að kaupa þeim olíu og flytja hana út á suður. Og við greinum það frá honum Zero Heads sem mjög góð frétta síða. Ég mæli með henni. Ekki það að maður getur treyst neinum einasta fjölmiðli, ekki taka því þannig, sko. En kemur í ljós að sonur tyrkneska forsetans bara í business, olíubusiness í Sýrlandi. Þessi gaur fær sem sagt að stela olíu sem sýrlenska fólkið á. Og þegar þeir skutu niður þessa flugvél frá Rússum, hvernig sem það gerist nú, ég ekki að trúa þeirri sögu allir í reyndar. Það getur verið að Rússar séu líka sviðsetti eitthvað í þessu. Og sko, þið þurfa átt okkur á því að það rennur ekki slefan á milli þessara þjóðarleiðtoga. Betur þessi tveir gaurar ekki í stríði? Hvernig það? Já, þeir ætla allir að hittast núna á mánudaginn. Þá ætla þessi gaurar allir sem bara hittast, sko. Já. Vist þér, það ekkert óvalegt við það, eða? Það bara herlegt, lítur að vera. Þjóðir sem í stríði hittist reglulega. Og eru menn að tala að sparka Tyrkjum út úr NATO og Co. Og reyndar eru menn að tala að þetta sé plott til þess að rústa Sýrlandi. Og þessir tveir og NATO og Co. og Rússar alltaf skipta Tyrklandi upp á milli sín.
og þetta sem sagt í raun árás gegn Tyrkjum. Ég selði það ekki dýrara en ég var logið að mér. En það ekki allt alveg sannleikanum samkvæmt í þessum sögum sem verður að segja okkur. Og kíkjum á RT. Líka muna kannski bara. Munið þegar flugvélin var skotið niður, þetta var greinilega sviðsett, sko. Það voru allir ljósmyndarar ready og það voru þarna fréttamenn frá RT á staðnum líka. Sem bara, eru fréttamenn RT með í hóksinu? Hvað það? Hvað gerist með það? Og það var þetta ekki alveg að stemma, sko. Þið sjáið líka að það er verið að sýna okkur myndir af björgunaraðgerðunum og já. Er verið að sýna okkur hvernig hún var skotin niður. Fyrsta lagi stemmir hljóðið ekki alveg. Þegar flugvélin var skotin niður, þá kemur sprengjuhljóðið töluvert áður heldur en að sprengjan fer í þyrluna. Hérna sjáum við, þetta eru HT myndir, sko. Þetta eru hágæða myndir. Hérna verið að sýna þér búnaðinn, þannig að það sé alveg öruggt að þú missir ekki að því hvaðan þetta og getum við síðan mér þess að serialnúmerinn og hérna hafa menn zoomað inn á serialnúmer hér. Þannig að það verið að sýna þér serialnúmerinn, sko. Áttaðu á því. Og það verið að sýna þér vopnin. Þessi vopn eru frá Benghazi. Þegar að bandarísku sendiherra var drepinn og Hillary Clinton situr í súpunni með það og allt það, þótt að hún heldur náttúrulega áfram bara í forsetakosningar með alls konar glæpi á bakinu. Það bara, þannig þetta bara. Þeir þrælarnir bara haldi ekki eftir það ekki. En þið sjáu hérna að þessi þyrla situr niðri eins og bara þetta dökk, sko. Sjáu að myndbandi byrjar hérna, tvær fljúgandi þyrlur, sko. Svo eitthvað maskað út, hvað verið að maska út? Það er allt svona maskað út. Þetta hágæða myndir, svo svona maskar út allt, sko. Og svo sýnt alveg örugglega að missi nú ekki af öllum hérna serialnúmer. Þetta. Come on. Það verið að senda þér þessar upplýsingar viljandi. Þakka Guði fyrir að hafa fundið upp pilsnerinn. Þetta snilldar uppfinning hjá kallinum. Þetta að segja kellingunni. Hérna bara serialnúmerið og allt á hreinu með það. Og svo var okkur sýnt munið hérna fljúgandi þyrlu með útmöskuðum einhverjum UFO. Stillar hann sér upp og svo situr þyrlan bara hérna. Spaðarnir hreyfast ekki eða neitt. Hún situr hérna bara rólega hérna. Svo hún sprengdi í tætlur. Hún sprengdi í tætlur. Sploing. Þessi þyrla var bara algjörlega sitting duck. Þetta bara lyga sem að segja þér. Og
þetta ekki það ekki verið að segja okkur allan ekki verið að segja okkur allan sannleikan. Akkur verið að maska hérna eitthvað út. Hvað verið að maska út hérna? Tell me. What is it? Tell me. Segðu mér það. NATO. Munið þarna. Ég sagði hérna. Þegar ég sagði hérna NATO. OTAN munið. Sagði síðustu myndböndurum. Sagði að NATO varnarbandalag og OTAN árásarbandalag. Og menn voru alveg til í að rífast við mig og þetta franskan. Þetta franska. Þetta enska og þetta franska. Já. Einmitt. En akkur þá ekki íslenska og hollenska? Sko, hollenska NAVO. Akkur þá ekki nöfnin á öllum þjóðunum? Já, það bara svona. Svona þetta bara. Nei, þetta ekkert svona nefnilega. Þetta hérna fyrirbæri, þessi kross hérna. Ef þú klippir hann út svona, hérna tekur hérna þessa hérna, sjá. Í hverjum armi hér eru 2 hlutir. Og sjá við músina, þú klippir hérna og klippir það alla út og getur búið til píramída á þessu. Það tilviljun? Alveg pottþétt tilviljun, eða ekki? Sko, þetta merki. Þetta ekki málfræði. Þetta merki. Og þú átta þig á að þetta ekki merkjafræði sem að ég að búa til eða trúi á eða sem að ég nota í mínu lífi. Þetta það sem að þessi kolklikkuðu brjálæðingar trúa. Það náttúrulega ekkert vandamál hverju ég trúi, vandamál hvað þessir fábjánar trúa. Þetta nú íslenski fáninn sem þarf að koma þessum vegg sem allra fyrst. Þetta ekki gott mál af íslenska fánan hér í svona stríðsglæpa bandalagi. Og málið það að þeir tjá sig svona með merkjónum. Þetta þeirra tjáning. Og þeir líta á þetta merki þannig að þetta tákni varnarbandalag og þetta táknar árásarbandalag. Síðan þeir náttúrulega með cover story að þetta nú bara franskan, skilur. Ég meina, of course. Þeir fara ekki að sita hérna NATO varnarbandalag og OTAN árásarbandalag. Hvað það ekki blekking í því? En þeirra trúarbrögð eru þannig að þeir þurfa að sýna bara in your face. Af því að þannig eru bara þeirra trúarbrögð, þessi djöfladýrkendur, þessi djöfladýrkun. Þeir fylgja ákveðnum prósíturum og ákveðnum svona dansreglum einhverjum í öllu þessu ógeði og það kryptóið sem gaurar eins og ég fann að geta lesið og fullt af öðru fólki. Og til dæmis atburðurinn í París, ef þú heldur að það ykkur tilviljun, það voru akkurat 33 mínútur frá því að atburðurinn byrjaði, það voru lauk. Þá skilur ekki þetta merkjamál. Og það bara eins og að hlusta á tungumál sem þú skilur ekkert í því. Það málið. Og og ef þetta væri sem sagt að þeir sem enskumælandi þá var gert eitt logo fyrir hvert tungumál. Það var eitt sem heitir NATO, eitt sem heitir OTAN, eitt sem heitir NAVO og þannig væri það leyst, sko. En það ekki leyst þannig að þetta nákvæmlega eins og ég að segja þér. Það allavega mín kenning. Og þessir
Sótan, svo bæti ég setunni fyrir framan. Þetta undir stjórn síónista trúarbragðanna sem eru djöfladýrkunar trúarbrögð. Og Masonic Court of Ísrael. Og atburðurinn eins og í París, hann allur útkrotaður í merkjum og merkjamáli. Og það ekki tilviljun, sko. Það að þeir eru að sýna okkur handbragð sitt og þeir eru að signala hvor öðrum. Til dæmis í Ísrael að þá er musteri andskotans og þetta hús er bara eitt satanískt safn af merkjum og drasli, og svo eru hinir kristni sem að þykjast vera að berjast á móti Satan er að biðja fyrir og senda peninga til þessa kults í Ísrael, sko. Það hefur ekkert að gera með útvalda þjóð Guðs eða slíkt. Þetta er bara, þeir einhvern veginn velja bara að sjá að geta hús eða einhvern veginn svona missa alltaf af þeim veruleika. Og ástæðan fyrir að lögreglan er farin að drepa fólk hægri vinstri út allar áttir er að þeir eru sem sagt, þeir eru inn í þessu dæmi líka. Þeir eru þjónar Knight Templars. Þeir eru morðingjar þessa afls. Þeir eru morðingjar þessara gaura sko. Og ég renni ekki einu svona að ræða hvort að þetta fólk hefur uppáhaldslitin rautt, blátt eða bleikt, hvort þeir eru gyðingar eða ekki, eða aþíistar eða djöfladýrkendur, það breytir engu. Ef þú ert farið í svoleiðis hringi, farið á eitthvað annað, ekki vera að þvælast hér. Ég get ekkert gert fyrir þig og sjáum við líka ég get bara flett upp Masonic Symbolism Symbols. Sko, allar götur í Bandaríkjunum og peningaseðlar allir útkrotaðir í þessu drasli, sko. Bara nei, þetta er bara eitthvað samsæriskenningar í þér. Það var eitthvað rugl og bull og rugl. Já, einmitt. Ég er ekki búin að finna Jesús út úr götunum. Það er enda rétt, þú getur fundið alls konar út úr alls konar, en það er óbúslega erfitt að finna svona mikið táknmál í götukerfi Washington fyrir einhverja tilviljun. Og ertu með þetta þetta eru menn búin að vera að draga á eftir sér frá Babylon, þessa súlu og er Masonic musterið og þessar tíklar ég hef sagt ykkur áður. Þeir taka góldúkin og sita á lögreglubúninga til þess að lýsa því yfir við lögreglumenn að þið eruð undir fótum okkar. Það er það sem þeir eru að segja. Og lögreglumenn bara, nei, ekki vera svona neikvæður, við erum að vinna góða vinnu, sko. Einmitt. Þeir gera svo frábærlega gott með að drepa fólk. Það er svo indælt að gera það. Og það er allt útkrotað alls staðar. Og reyndar rétt að við höfum ákveðna áráttu, mannkyn, við höfum áráttu til þess að lesa út hluti. Og ég er mjög meðvitaður það. Það er svo
selective hearing, selective seeing. Þú horfir í klett og sérð andlit og alls konar myndir. Það svona selective seeing af því að við erum með innbyggt pattern recognition hæfileika. Alveg harðværaður inn í heila stykkið á okkur. Svona þegar maður er að horfa á svona symbolisma þá maður að passa sig á því að vera meðvitaður það að maður getur verið að sjá sýnir. Maður að passa sig á því að það sé ekki selective seeing eða hearing, sama eins og þú heyrist eitthvað allt í einu fyrst þegar þú heyrast í símanum og það einfaldlega ef eitthvað hljóð inn á sama tíðnisviði og síminn þinn, þá færðu á tilfinninguna að þú hafir heyrt í símanum. En þessar línur hérna til dæmis í Washington og ley lines og allt það, þær eru of mikið að tilviljunum til þess að geta verið tilviljanir að mínu mati. En hérna þú veist það þarf alltaf að hafa fyrirvara á öllu og Jesús sem hérna uglan, Columbus háskóli. Uglan hefur, sjáðu, ég man ekki eins og hvað merkingu uglan hefur, en hún satanist symbol. Og hérna, þannig að þið sjáu að þessar reglur og þessar hreyfingar eru nokkuð gamlar, sko. Og sko það skiptir einhverju máli þótt að þú trúir ekkert á þetta rugl. Þessir morðingjar trúa á þetta rugl. Og eins og þegar að verið að grafa uppi serialmorðingja þá reynt að skoða karakter morðingjans og finna út hefðir hans og hvernig hann hugsar og fungerar. Þannig hugsanlega að finna. Sama með þessa morðingja hér, það þarf að átta sig á því hvernig þeir hugsa, hvað þeir eru að pæla til þess að geta stöðvað þessa dráp sturlun þeirra. En heyrðu, nú sé ég það að koma hlustandi. Halló. Þetta Geiri. Það eitthvað bara mækvesen. Það mjútaður hjá þér, Maginn, held ég. Sigurgeir Bergsson, já. Þú þarft að afmjúta mækinn hjá þér, held ég. Ég get ekki afmjútað hann. Þannig að notið því, meðan ég drekk meira hóstasaft. En hérna, sama getur við farið í hérna lur. Paris lurmugi. Það búið að reisa eitthvað svona glerpíramída. Og þið vitið að það búið að reisa svona súlur eða satanist minnismerki þar sem að prinsess Diana tapaði lífinu. Þannig að ég ætla að reyna hérna. Næ ekki afmjúta mækinn hjá honum félaganum mínu hérna. Já, hérna sjáum við þennan píramída sem hluti af þessu táknmáli og París öll útkrotuð í þessum djöfla symbolisma líka. Þannig að nú eru komnir hermenn aftur á götu París, hlaupandi upp allar sveitir og drepandi fólk og ryðjast inn á heimilið þeirra án dóms og laga og allt það. Þannig að sagan endurtekur sig aftur og aftur af því að fólk
svo erfitt með að já, það er líka falin sagan fyrir fólki, það er bara logið og logið að þér og þú plataðir til þess að trúa bara einhverjum fabúlum og vitleysu, sko. Nei, kannski farið hérna í control room og hérna, byrjum við. Hérna, kæri viðmælandi, það heyri ekki í þér og hérna virðist vera eitthvað vesen að já, þessi var nú algjörlega ónýtt app þetta, en hérna það virðist vera ég geri. Það virðist vera að það sé lokað fyrir mækinn hjá þér sjálfum. Þannig að þú sér þarna efst á myndinni hjá þér. Þar er mic, sko, mute mikrofón. Og þá líka náttúrulega unmute mikrofón, væntanlega. En hérna sama er með þegar svona atburðir gerast eins og voru að gerast núna í París að þá er maður tiltölulega fljótur að sjá í gegnum atburðina því að maður kann merkjamálið þeirra og maður þekkir líka einkenni falsks fána og hérna þá voru æfingar í París alveg sem voru að æfa akkurat þetta sem að gerðist. Ef maður heyrt það einhvern tímann áður kannski. Það gerðist í London 77, það gerðist í New York 9/11, það gerðist í Oslo og það gerist alltaf í þessum blekkinga starfsemi, þessum blekkinga athöfnum. Meira að segja margir sjóaðir hlustendur mínir sem hafa hlustað á mig lengi, þeir eru ofboðslega sárir og reiðir út í mig fyrir að trúa ekki þessum atburði og sýna ekki aðstandendum fórnarlambanna samúð. Okay. Ég hef alltaf talað fyrir því að ég er á móti öllum morðum, sama hver það er. Og ég kannast ekki við það að þetta sama fólk hafi eitthvað fellt tár yfir fólkinu sem var drepið í Sýrlandi út af þessum atburðum, þessum svika atburðum í París. Og hérna ég náttúrulega tjái bara heiminn eins og ég sé hann og ef að ættingjar eru svona viðkvæmir þá hljóta þeir að vera líka eitthvað pirraður út í fjölmiðlunar sem að dæla bara út kenningum 24/7, bara fleiri hundruð manns bara dælandi út einhverju bulli í kringum atburðina. Og hérna, já, velkomin að koma á annarri tölvu. Og hérna þannig að og ég lýsti strax í upphafi mér að segja að ef að fólk hefur raunverulega tapað lífinu þá sambreytist því og aðstandið þeirra svakalega, sko. Og ég meina, hvað meira get ég gert en það? Og aðstandendur fórnarlamba hljóta líka að vera svolítið upptekin að því að ef það er eitthvað grunsamlegt við atburðina þá vill fólk væntanlega vita það. Og hérna það er engin þannig pæling í gangi. Opinberu pælingarnar eru bara
þetta gerðist bara eins og við segjum og allt bara kjafti, sko. Það svona svolítið mórallinn, sko. Og núna eru þeir byrjaðir í Frakklandi að loka svona köllum eins og mér. Það bara að handtaka þá hægri vinstri, sko. Og ég í sjálfum sér má alveg búast við því að verða handtekinn eða að lenda í einhverju vesenni. Það getur alveg gerst. Og já, hann er ennþá mjútaður hérna, gesturinn sem er að koma um borð. Ég ætla að tala um þetta með hann hérna. Að þessi gaur hérna var að kasta mér út af Facebook á hann. Gaurinn hérna, Gunnar Hrafn Jónsson. Hann kastaði mér út af Facebook. Eflaust var ég eitthvað harðorður við hann, það getur vel verið. Og hann endaði bara á svona tilfinningarökum. Og síðan fóru tilfinningarnar alveg brunnu yfir hjá honum og hann hendi mér varanlega út frá sér. En hérna er hann að skrifa einhverja grein kalda stríðið og þetta eru svona samsæriskenningar sem hann er með hérna. Og ég var að segja við hann, heyrðu, þú gleymir hérna aðal þættinum í þetta var eitthvað svona óbúslega mikil söguleg grein NATO og þetta er svona svo söguskýring sem að þú mátt taka upp og þið takið eftir því að fjölmiðill allra landsmanna kæri sig ekki neinn komment. Ég gef nú vísir alveg hrós fyrir það. Þeir leyfa komment, sko. Hérna var ég einmitt í viðtali hjá vinnum mínum og hérna er einhver auglýsing, sjáðu, hérna er kallinn. Hérna er kallinn mættur, sko. Hérna var ég semst að tjá það að þessi hljómsveit er að ljúga eins og hún er löng til og ég dæmdi það nú þannig bara þegar ég sá introið af intervjúinni og svo horfði ég á intervjú og þá var ég alveg samfara að ljúga allir eins og ég veit ekki hvað. En hérna er þessi sami gaur settur við hliðin á mér, ég veit ekki sátt við það. Það er þessi tappi hér. Þessi túrtappi hérna. Þessi Gunnar Hrafn Jónsson. Hann mætir hér til Harmageddana og þið hlustið á þessi 2 viðtöl og sjá hvað er ólík viðbrögð við það sem hann er að segja og það sem ég er að segja. Og það sem hann er að segja er alveg ótrúlegar fabúlur og fávitaskapur, sko. Hann er að segja, já, ég var í ferðum, sko, í Miðausturlöndum og var svona að sitja í kaffi með þessum ISIS-strákum, sko. Og svo var hann eitthvað að deila með okkur skoðun þessar ISIS-stráka og hvað þeir var að pæla og hvað var í matinn hjá þeim og svona. Og hann er þarna svo þykist hann verið eitthvað ónað hjá ISIS. Og ef þú ert í ónað hjá ISIS samkvæmt draugasögunum þeirra eigin þá þeir væntanlega afhöfðað hann eða ekki. Nei, ekki hann, sko. Það er einhver aðrir sem lendir því. Þú veist, þú þarft ekki nema örlitla greindarvísitölu til þess að átta að það vera að ljúga þér. Bara pínkubáns. En ef þið hlustið á viðmótið hjá vinum mínum hérna, ég er svo rosalega gaman, þetta var þetta bara Frosti síðast. Allt og auðvelt að glíma við Frosta bara. Hann má koma hérna líka. Ef hann kann á Hangout, þá má hann koma hér. En það er nú alltaf eitthvað tómt við sem þetta Hangout. Þú ert ég Geiri, það er ennþá mjútur á þér á mikrofónunum og þú þarft að taka hann af sjálfur, held ég örugglega. Ég allavega sé ekki hvernig ég á að taka hann af.
þú ert muted og ég hef ekki enga stjórn á því. Þú ert að finna út úr því sjálfur hvernig þú afmjútar þig. Já, þú sérð kannski ekki þessar hreyfingar hérna sem ég er að gera. Ég skal bara sýna þér það. Sýna þér hvernig það lítur út hérna. Sjáðu, sér. Nú erum við komin inn í útsendinguna. Þá fer maður svona inn í sjálfan sig. Það er ekki ágjörð því. Hérna er einhver ágætur drengur að reyna að tengjast mér, sjáðu. En þú ert mjútaður hjá mér, sjáðu. Þannig að þú þarft að fara hérna upp sjálfur, sjáðu. Veitu hvort þú sérð músina mína. Hérna þú þarft að fara upp hérna, sjáðu. Hérna er mute mikrofón. Það velja það af. Og svo er líka oft gott að fara hérna. Hérna eru stillingarnar á mikrofón og vídeo. Þannig að ég geti farið hér og valið örugglega réttan mikrofón. Hérna gerist allt bingoið, sko. Og hérna, veitum við, ég veit kannski innvæta þér, já. Veitum við, pröfum það. Hérna. Sendi þér invite. Þá kannski það gengur það betur. Ég er alveg til í það að fá fleiri hérna í spjall hjá mér. Já, betur við. Ok. Er ekki sanngjarnt að valdstjórnin greiði tæknimann fyrir mig líka? En já, þessi gaur hérna, ég gleymi alltaf hvað hann heitir, Gunnar Hrafn Jónsson, hann er að reka áróður og hermageturnar okkar, það taka svona drottninga viðtöl við hann. Og ég bara, já, auðvitað, þú varstu svona með ISIS og svona, já, frábært maður, var það svolítið gaman og svona, já, frábært maður, og alveg bara trúa öllu sem hann segir, sko. En svo takaði viðtal við mig og það er bara, heyrðu, þú ert nú bara geðveikur, hefur eitthvað pælt í því að leita þér aðstofar? Þarftu ekki að fara að leita þér geðlæknis og svona? Betur, ég bara segja, heyrðu, ég trú ekki þessari lygasögu. Það er eina sem ég er að segja. Og þeir verða svona, svo eru þeir alltaf að sitja út á trúarhópa eins og votta Jehóva og þessi kristnusöfnir og múslimar þeirra úþolandi liðmenn, það bara, þú veist, ef maður trúir ekki á Guðinn þeirra þá bara verða þær ógeðslega fúlir og bara, þú veist, já, nákvæmlega, þú veist, ef ég trú ekki í fjölmiðlunum ykkar, þá sýnir þið sömu viðbrögð gagnvart mér. Af því þið eru náttúrulega bara í sértrúarsöfni sem trúir á dollarann og miklakvell og þróunarkenningu mannkyns. Já, Darwin vitleysuna. En trúi náttúrulega ekki á páfagaukskenninguna mína sem ég náttúrulega gríðarlega móðgaður yfir. Þannig að þið takið eftir líka á Íslandi verða að beita alls konar svona Fox News stælum, sko. Svo er hérna lygasögur Egils sem er að tala eitthvað vinur hans að vera með byssu og miða á forseta Bandaríkjanna og einhvern annan. Trúið því hver sem vill. Trúið því bara ef þið viljið. Ég trúið því allavega ekki. Og þá lít ég að vera óða vondur við aðstandendur hans eða eitthvað. Eða veist, ég veit ekki hvaða vitleysa kemur upp úr dallinum næst, sko. Þannig að þessi maður, hérna, Gunnar Hrafn Jónsson, er að bera fram lyga áróður og ef einhver vogar sér að grýta sér hann, þá hendur hann honum út af Facebook svifalaust. Alveg eins og Kristján Hrafnsson, alveg eins og Egill Lokbrá.
og Birgitta Jónsdóttir held ég að hent mér út, mannaði ekki reyndar. Og þetta lið allt saman að vinna í áróðursstörfum og ef þið lesið þessa grein hans þá þetta ábúðslega einhliða halleluja grein fyrir NATO og kjarnorkuflaugar eða kjarnorkuvopn eru blekking. Nagasaki og Hiroshima voru sambland af eldsprengjum og eiturefnaárásum og hérna Spjútin, hérna Mr. Putin Jesú Kristurinn okkar sem örugglega ekki með neitt agenda og neitt í gangi þar, sjáðu. Sko, staðan í dag, já. Í dag tekur NATO þátt í ýmsum hernaðarverkefnum. Það heita í ýmsum stríðsglæpum. Bandalagið stóð fyrir árásum á Afganistan og Írak. Það eru stríðsglæpir. Þeir hafa enga rétt að gera það. Og það þarf ekki að hafa mörg orð árangurinn af því that's bara eitt, sko. Já, það þarf ekki að hafa mörg orð árangurinn af því hernaðarbrölti, þeim stríðsglæpum, mennum við. Bæði ríkin hafa verið sprengd bara til steinaldar, milljónir manna hafa verið saklausir, borgara hafa verið drepin og rándýrt allt saman, allt ræðlega, og það nú stóra vandamálið. Skattpeningarnir okkar fara í þetta, bara svona, þannig viðdraði. Og ævintýrið í Líbíu umdeilt, já. Já, það nefnilega það. Það svolítið umdeilt, já. Hérna þessi ríki, það sem Gaddafi var búin að framselja sér öllum völdum, hann var algjörlega valdalaus fígúra í þessu landi. Og hérna var eitt besta heilbrigðiskerfi, sjáðu myndina sem hann birtir líka. Það eru átt ykkur á myndmálinu. Þetta operator sem kemur annarkvort í gegnum þetta skítaapparat hérna eða þetta drullu dæmi hér. Ég reikna með hann komi hérna frá Fabian, sko. Ég fann að þekkja ég fann að greina mismunandi á lykt frá skít og kúk, sko. Og bara þið sjá, þau eru líka að lesa í myndmáli, sko. Að hérna að brenna eitthvað saklaust fólk, ríki hrundu og það ríki nú skálmöld sem sér ekki fyrir endan á, já. Já, það að því að NATO og Co. stunda í stríðsglæpi og hann minnist ekkert á Operation Gladio, ekki einasta orði. Og þegar ég frontaði hann með það, ég sagði þessi grein þín bara hálfur sannleikurinn. Þú talar ekkert Operation Gladio af augljósum ástæðum, þá bara sparkaði það mér út af Facebookið. Já, bara ekkert þetta að tala við þig, sko. Já, sko. Það nefnilega bara ekkert hægt, sko. Jæja, nú heyri ég þér. Halló. Heyri rosa lágt í þér þetta. Já, eins betur. Þetta allt á frumstigi hérna, við erum búin að vera á flækingi síðan, já. Já, einmitt. Og þú ert hver? Í pappakrossu með þá. Já, og þú ert? Sigurgeir. Já, sæll Sigurgeir. Blessaður. Þú varst einmitt live með Þórdísi þegar við vorum á leiðinni norður. Já, einmitt. Það heyrist aðeins betri en það má vera aðeins meira líka. Já, þannig það betra núna. Þá ég bara að tala alveg beint ofan í mikrofónin. Bara gleipan, halvan. Gleipan alveg. Já. Það kannski sjálfur sér alltaf leiðir, ég ekki mynd. Einmitt. Já, en hérna ertu búin að vera að hlusta á þetta rant hjá mér í kvöld? Ég þekki þetta alls saman. Veit hvað það talar um. Já, þetta svona frasakort hjá Axel.
Já, og flest af þessu ég sammála, þannig að það kannski ekki mikil þörf við að tveir hannar galið það sama. Já, það nú aldrei of galað goggið, eða goggað galið. Það er bara ágætt að fleiri. Það sumir heyra það sem ég segi og aðrir heyra kannski það sem þú segir. Já, ég fór svolítið, sko, eins og sást kannski á gömlu Facebook síðunum minni að ég var mjög virkur fyrir frá 2007-08 og alveg til að verða 2012. En ég var orðið fyrir svo miklum ofsóknum af strumpasveitinni að ég bara dró mig í hlé opinberlega og já, byrjaði bara að gera þetta man to man og fór að hitta fólk og dreifa boðskapnum svoleiðis. Já, ég einmitt sá þetta fyrir og flutti úr landi 2010. Og já, nú ertu komin í mynd. Já, þarna ég í mynd, já. Glæsilegt. Ég að horfa á annan skjáru minni hér, en já, horfðu hinum einn til þess að vera í mynd. Já. Þetta svolítið ruglísilegt hjá manni. En já, ég ein ástæðan fyrir að ég fór úr landi 2010 var einmitt. Ég áttaði mig á því að ef ég ætlaði að gera þessa vinnu sem Frelsi TV þá ég ekki öruggar á Íslandi, sko. Ég hef ekki getað gert þetta á Íslandi. Ég skildi það nákvæmlega þannig. Og einmitt á þessum tíma þá þegar ég að svona draga mig í hlé, þá þú að koma á sjónarsviði. Já, einmitt. Og ert búin að gera það bara mjög svo vel. Já, takk fyrir það. Það nú ekki allir sammála því. Við vitum alveg hverju þeir eru. Skrattakallarnir vilja ekkert að þetta verði opinbert, en þeir gera sér bara ekki grein fyrir því að leikurinn uppi. Já, þeir fara reyndar að koma með stórtækari vinnuvélar til þess að stoppa þetta. Já, þeir ætla að reyna, ég veit það. En ég svona nokkuð sammála eins og það sem Alfred Weber hefur verið að tala tímalínan sem við erum komin á, að sko ferðalagið á næstu gatnamótum verður kannski hugsanlega svona styrjöld eða næstu því styrjöld eða hvernig sem það verður, en útkoman sé ég að verður samt sem áður sigur okkar eða sigur ljósins og ég sannfærður það bara með það sem ég búin að sjá í kringum mig. Já, reyndar sko akkurat á þessum tímapunkti þá komaði fram með drápsvélarnar og það spurning hvort að við séum komin að því að sko það líka eitt sem að ég hef stundum sagt sko að ég að leggja fullt af fræjum sko að til dæmis núna segja fjölmiðlamenn sem að hringja í mig en þá að þeir segja sko bara leiðu eitthvað gerist þá það fyrsta sem að ég hugsaði bara hvað segir Axel? Þetta falskur fáni? Þannig að það náttúrulega ákveðin status sko. Já, við vitum líka hvernig að verkfræðin virkar hjá þeim. Það alltaf notuð sama aðferðin til þess að reyna að koma höggi á sannleikann hjá þér, þá verður það að fá fólki til þess að trúa ef þú sért bara að grínast eða í bara algjöru bullinu sko. Þau verða að fá fólk til þess að hlæja með þáttakötunum útvarpsmönnunum, Harmageddonum eða whatever. Já. Ef áhorfendur fara að hlæja með þeim, þá þeir ekki þá þeir að ná að loka fyrir eins og sannleikurinn ná að koma fram. Já, en málið sko að þessi undirbúningur að þessar kenningar sem ég er búin að setja fram og þessi þýsi sem ég hef sett fram að þegar þeir koma með vélarnar þá tengir fólk strax þetta það sem Axel var að segja sko, þá valideitar það rosa mikið það sem ég var að segja það sem veldur mér áhuga, ég skil hvað Weber að segja sko, hann að tala það að það orðin það stór prósenta sem vakin að þeir komast ekki fram með vélarnar og það staðfestir svolítið í þessum fölsku fánum sem í gangi sko, þeir hafa ekki náð að framkvæma neinn alvöru falskan fána ekki neinum stærðagráðum sem þeir þurfa og sko ræknistæmi hjá þeim sko byrju það 20% af liðinu vaknað og 80% ennþá steinsofandi fábjánar og þá það bara að spyrja byrju hvað það mikið vesen að drepa þessi 20% sko
Já, en í sjálfu sér, í hverjum fölskum fána leggja þeir mjög svo öflugt fræ að vekja fleiri. Já, Vegna þess að þetta er orðið svo augljóst hjá þeim í hverju einustu leikritsýningu sem þeir setja fram. já, sem það segir manni líka að þeir eru eitthvað viðkvæmir fyrir, ég meina áður fyrir hefðu bara drepið halva París, sko, og bara, þetta er bara useless eaters and feed, useless eaters and breathers, sko. Já, já. Það er eitthvað hik á þeim að drepa stóran hópa fólki. Það er eitthvað sem að halda í það, já. Og það er að því að í herröðunum sjálfum, embættismannakerfinu, það er það sem að baráttan snýst um. Og það verðist vera það er svo mikið eins og þessum hermenn í Bandaríkjunum bara svona fjall geta að fara að þjálfa Al-Qaida, sko, eða fara að berjast hérna fyrir ISIS, sko. Að það sko, herinn er að vakna. Já, sá sem hann ber merkið, en við verðum líka að horfa á það, sko, Alex Coiler nefndi það til dæmis, að hefur fólk hugsað út í það á hverju allir herbúningar eru með alveg eins tign, eru með alveg eins heiti á öllu, allstaðar í heiminum. Já, það getur alltaf bara verið það sama eins og með handboltabúningar, þeir eru allstaðar eins og fótboltabúningar. Já, það sem verið að benda á er þetta Unified Code. Já, já. Uniformið er svona ákveðin hókus pókus hópismanns. Já. Það sem er verið að segja, sko, ef að þú ferði í þessa skyrtu, þá getur þú bara drepið og naukað og röflað og hrænt án nokkra viðurlaga, sko. Þá ertu bara í vinnunni. Já, já, og bara flott hjá þér, sko, þú ert heti og farið medalíur og Akkurat, já, já. Sama er með, sko, allt þetta lið í NATO og Sameinuðu þjóðunum og utanríkisþjónustunni og þetta fólk sem er alltaf að koma til Íslands og segja okkur hvernig við eigum að hafa lífið á Íslandi, þeir eru allir með bara diplómatapassa sem að bara, þeir eru yfir öll þessi lög hafin og það er með tarið skattalög og allt. Já, já, þetta er bara leikrit allt á yfirborðinu, sko. Já, já. Þetta er allt saman leikrit sem að, og þessi fréttaflutningur, sko, að fólk skulle vera ennþá 2015 að kaupa eitthvað af þessu sem er verið að segja. Já, mér finnst það ótrúlegt, sko. Er það ekki svolítil heimska? Ég ætla ekki að segja það, en... Akkur þorrar enginn að segja heimska? En sko, vít leysa. Já, það er heimska. Já, ég vil trúa því að það er hægt að plata okkur öll, en með því að ég myndi að halda þekkingun í burtu. Þú getur ekki reiknistæmi rétt ef þú ert bara með eintóma rangar upplýsingar. Já, ég meina... Þannig að þegar að upplýsingarnar eru farnar að koma út sem eru að opna huga fólks, opna hjarta fólks, að það skilar árangri og það er alltaf að vera meira og meira af því. Fréttamiðillinn eins og þú og eins og Scandinavian Report og fleiri aðrir sem eru að YouTube-ast, þeir eru nú orðnir ansi margir á subscribe-listanum á YouTube, sem eru einmitt að dreifa boðskapnum. Alltaf þegar kemur falsku fáni, korteri seinna, þá er búið að svoleiðis gegnu lýsa þetta, sko, að maður hlær bara þegar að fyrsti setur á sig falskan fána og smettið. Já, já. En það verið samt vera aðal hobby heimskingjana er að sparka í mig og eitthvað svona hata Axel blæti í gangi. Já, það er bara vegna þess að þú getur tekið því. Já, ég var reyndar að tala við kona mín á það, í síðasta Armageddon hafa Frost að spyrja hvernig er með fjölskyldina þín? Ég segi að börnin mín eru svo ung til að skilja þetta rugl í mér. En hvað með konuna? Ef konan eitthvað áhyggjur af þessu? Nei, hún styður mig þessu alveg sammála mér. Ég talaði við hann aftur á hann, sko. Spurði hvort hún væri ekki bara til í að tala við það á Armageddon og lýsa mér og segja hvernig ég væri svona á heimilinu. Og hún bara, nei. En þeir hefðu gott að ég heyri í henni. Já, reyndar. En ég er að meina, sko, ég segi fyrir sjálf á mig, þegar fyrsta ljósaperan kveiknaði, 2007, þá myndi ég segja að hún hefði alveg kveiknað, að þegar þú samt sem áður búin að eins og í dag og í nokkur ár eftir hann á undan, að þó að maður sýndi einhverjum
alveg svart og hvítu, með allan sannanir og meiri sér opinberar sannanir, yfir ykkur sem að aðrir trúa að sé samsæriskenning bara og bara bull, að samt sem færðu ekki fólki til þess að vakna. Eða það var þannig fyrstu ári, fannst mér. Þetta var eins og Guðjón hefur sagt, þetta bara eins og að tala við grjót. Já. Vart að vera meitlari til þess að geta átt eitthvað við þessi grjót. Já, en þá erum við Guðjóni svolítið vandað þegar við neitum að beita ofbeldi, sko. Já. Og það var alveg erfitt að meitla grjót með huganum. En ég get allavega sagt til það að ég vinn svolítið með kristalla og þeir eru kannski gróft grjót, en þegar maður pússar þá, bara pússar þá, ekkert ofbeldi, bara pússar þá verða þeir alveg svona eins og þeir gerast í amni, vasslípaðar og flottir. Já. Og þá sérðu líka alveg allt munstrið inn í þeim líka. Já. Þeir verða svolítið svona ljós. Já. Það er rétt. En það er þessi núningur á Frelsi TV, það er verið að slípa liðið til. Já, við verðum að gera það. Og svo á þessum hópum á fésinu og þetta virðist vera að skila allavega nokkurnu fræjum til þess að blómstra og spíra. Já, ég var reyndar að, eins og ég hef aldrei talað slæmt orðum Frosta og Mána eða Markus og Jóa á sögu, því ég er mjög þakklátur að hafa gefið mig tækifæri til að koma fram skoðunum mínum. Já. Svo eru bara einhverjar ástæður að hvernig það er, en ég get ekkert verið ósáttur við þá. Og ég meina, ég eins og með Harmageddurnar þegar þeir hafa verið að sletta á mig í skyrinu, sko, þá hefði ég alveg getað sagt bara nei takk í næsta þætti, skilur. Þannig ég hef alveg tekið þetta að mér bara að vera í skýrslettunum, og ég svo sem hef ekkert verið neitt mjúkumáll við þá tilbaka. Ég meina, ég hef alveg leyft þeim að kenna á því líka, og ég ber óbúslega mikla virðingu fyrir því að bæði Markus og Jói og Frosti og Máni, það er alveg að tala við þetta fólk, sko. Og síðan líka viðtala og enginn er sammála neinum og allt er í hálótti, sko. Og allir sáttir, sko. Já. Þannig á þetta að vera, sko. Og samræði með hjá fleirum sem er eins og þegar Guðjón fór að opnaði mitt fyrir Þórdísi. Já, það var mjög. Ég sá alveg að hann myndi halda áfram í að tala við fleira fólks einmitt sem að kannski hefur mikla þekkingu á sögu Íslendinga. Já. Gömlu sögunni sem að eins og að sé eitthvað tabú að tala um. Já, þetta er reyndar þessi pæling okkar Guðjóns, hann á náttúrulega stóran heiður í þessum uppljóstrunum, að sko allar stjórnvaldsaðgerðir frá Kópavogsfundi eru prump. Já, ef að afsalið er ekki til, þá náttúrulega er ekkert lífveldi. Já, það er bara, þetta eru skipun. Og svo er henduleiki með að, bókasafnsbrunin þarna og þessi skilsýndust þarna, og það er jú bara endurritin sem að lifðu af, og það er heila sannleikur. Allt þetta er hægt að sjá svo mörg göt í þessu. Já. Nei, það er sko töluvert stórar fréttir að Kópavogsfundurinn, allar aðgerðir stjórnvalda frá Kópavogsfundum eru ólögmætar. Ég veit ekki eins og hvernig á að vinda ofan af þeim bolta, sko. En það er allavega ljóst að allar aðgerðir sem hafa verið framkvæmdar, eins og eigna upptökur af fólki og allir dómar og allt þetta, persónar sem hafa framkvæmt þetta, þær eru persónulega ábyrgar fyrir öllum sem hefur gerst. Já, og sérðu svo barnaverndarnefndina, hvernig hún er búin að taka á og hreinlega mylja fjölskyldunir í landinu, þær sem að hafa lent í klómnum að þeim. Já, þetta fólk er persónulega ábyrgt. Þeir sem hafa tekið börn af heimilunum, það fólk er persónulega ábyrgt fyrir mannrán. Að sjálfsögðu.
og ef að þeir hafa beitt ofbeldi eins og þeir gerðu með Kassi, þá eru þeir ábyrgir fyrir ofbeldi, bara gegn einstaklingum. Það engin búningur sem felur verkin mín. Þú ert alltaf ábyrgur fyrir því sem þú gerir. Já, reyndar það er reyndar ekki alveg rétt. Sko, ef að eitthvað ræðst á mig, þá hef ég rétt til þess að verja mig, sko. Og þá get ég framselt því þenn rétt til einhvers annað sem getur að vera í einhverju búning, sko. Svona sjálfsvarna búning einhverjum. Hins vegar ef ég ræðst á einhvern, þá breytir einhvern þótt ég fæ eitthvað liði með mér og læta að fá einhverja búninga, það er ennþá ránt, sko. Það er þetta sem að hópismin vill alltaf rugla og fókast með. Þó að hann sé í búning frá þér og launum hjá þér og þú veittir honum starfið til þess að verja þig og hann ver þig gagnvart árás, þá er hann samt ábyrgur fyrir sínum verkum. Já, ef hann fer út fyrir það valdsvið, ef hann segir að ég ráði hérna 2 gaura til þess að verja mig í sjálfsvörn og annar af þeim bara drepur einhvern annar staðar, sko, og segir bara nei, ég var að gera þetta í umboð Axels af því að hann er með svona sjálfsvarnarsamning einhvern og eitthvað svona. Þá er hann, það hefur ekkert með mig að gera því að hann fekk aldrei umboð frá mér til þess að skaða einhvern annan, sko. Nei, en öll verk okkar, hvort sem við erum í hjúkrunarbúning eða securitasbúning eða lögreglubúning eða jakkafötum með blátt bindi, að þá erum við sem persónur hér á þessari jörðu ábyrg öll fyrir okkar verkum. Já, nákvæmlega. Og þaðan kemur til dæmis þessi karmapæling. Segjum að lögreglumennir sem að drápu Sævar upp í Hraunbæ. Ef að þeir eru að segja þetta er í lagi, þú mátt bara fara upp í Hraunbæ og dreipa eitthvað þar, þá eru þeir að segja já, þið megið líka koma bara heim til mín og dreipa mig. Alveg svo þeir eru að nota núna hennan áróður með heimilisofbeldi, að lögreglan fái víðtækari heimild til þess að fara inn á heimili og annað, þá er friðhelgin farin. Það er alveg eins og friðhelgi sama sem er heima hjá þér og er á Alþingishúsinu. Já. En það er engin friðhelgi, það er bara hugtak. Já. En þessi lög sem er verið að styðjast í dag eru í raun og veru ólög út af því að veldið, lífveldið er ekki löglegt. Nei, absolutt ekki. Það er, ég er búin að vera að horfa á þessa frétt í dag, þarna, það sem loftleiðavélar sögð hafa lent á Suðurskautinu. Já, ég fór aðeins í smá rannsóknarvinnu þarna og var komið með ansi marga glugga þegar ég hristi bara hausinn og sagði, já, ég ætla ekki að fara dýpra en þetta. Það er einmitt pælt í þessi hvað þessi flugbraut er. Þetta er flugbraut. Það er að sjá næstu bygginguna við flugbrautinu og hvar hún er. Er þetta ekki bara íslensk flugbraut, ekstra? Ég þekki þessa klakabraut en sem sagt búin að sjá marga myndir af henni og vídeómyndir af henni. Já. En hvar hún er, hún getur þess vegna verið á Grænlandi, sko. Svo er hann aðalmyndin með þessu, hún er greinilega photoshopuð, sko. Fjallið í bakgrunni er photoshopað. Þessi flugbraut er efst á jökli Segaðir og rétt hjá Union Camp að mig minnir sem á að vera búðir fyrir aðila sem að sjá að skipuleggja ferðir og orðið sem að ég mitt raka á er the interior of Antarctica. Já. Þetta er hérna... Ef þú rannsaka og skoða the interior, þá átt að hafa sambandið þessa. Já, það er sko bannað að rannsaka Suðurskauti, sko. Já, það eru hvað? Ég sé bara 56 þjóðir eru búin að gera samning og þeir gerðu það hann bara einhvern tímann sko 1952 held ég að það verið og sá samningur óbrotinn og ósnertu síðan. Já, þú mætir vopnavaldi ef þú reynir að fara þarna of langt suður. Ef þú reynir að fara of langt suður. Já, út fyrir vegginn, þú mátt ekki vera út fyrir vegginn. Gæti rekist á dómið. Já. Það áttu búin að eyðileggja Trúmannsjóið, sko. Það var ofjótt drómið. En það er nefnilega svolítið magnað þegar það er búið að opna dómið og kíkja hinum megin. Já. Gæti verið að margur
maðurinn myndi nú bara snúa við og loka hurðin og hlaupa inn aftur. Maður veit það ekki. Mín kenning er að Elysium er þarna á Suðurskautsins, eða sem sagt þarna hinum megin. Elysium? Já. Þar sem að ríka fólki fer. Sumir fara í gegnum dauðans dyr og aðrir fara bara. Þangað sem Hitler fór? Hugsanlega. Já. Hann fékk inngöngu fyrir sín verk. Hann var að berjast á móti Khazarian mafíunni. Odessa, borgin, er höfuðvígi Khazarian mafíunni. Og nýja borgin er hérna í Kazakstan, hérna sem átt að fara að skreita þar upp. Já, Gaui Ellis að skam okkur, hann segir þeir græða ekkert á því að drepa skrokkin, þetta er stríð gegn sálunni. Já, þetta er Hef ég ekkert kennt ykkur? Já. Hvað heldur ég sé að gera þetta fyrir norðan? Ég er að setja niður alls konar ljósafræði í andanaheimum. Já, en hérna, ég er náttúrulega búin að lýsa því yfir að sálinn sé blekking. Já, en ég kaupi það ekki. Það er útsölu núna, Black Friday, afsláttur. Black Friday. Nei, ég hef talað að sálin er stjórnkerfi. Sálarkonseptið er stjórnkerfi. Og það er eitt svona sem að menn bara alveg Já, ég var búin að sjá myndböndin þar sem að taldir að hafa debönkað sálina. Já. Bara þessi efni, þessi gögn sem ég er búin að fara í, þau verða svolítið máttvana ef að maður tekur sálarhlutan úr því. Já. Ég ætla að halda í það meitlara efni í nokkra stundi viðbútt. Málið er það, ástæðan fyrir að ég kom upp með þetta konsept að sálin væri blekking, að það kom út úr þessu stjórnarskrá, eða klettamáli mínu sem að eins og hétt stjórnarskrá, þar sem að ég er að tala um þetta zygote moment, þar sem að tvær lifandi frumur sameinast og mynda líf. Og og þá þú heyrtir örugglega dæmisöguna mína þegar alltaf komið með þetta fræga dæmi með fóstureyðingar, já, þetta er 9 ára stúlka og henni var nauðgað og það þarf að drepa fóstrið, að þá er ég að segja, ef þú tekur þessa hugsun alla leið með að þegar þetta zygote moment er og lífið myndast, að ef að það líf á ekki frumurnar sínar, þá getur alveg drepið 9 ára stúlkuna, að því eftir, ef þú tekur þetta moment út, þá er allt annað bara túlkunaratriði. Og þess vegna er verið að sitja inn í blönduna sálarkonseptið til þess að hylja yfir þetta. Þeir segja já, þetta er nú bara svona 2 frumur og það er nú eiginlega ekkert manneskja fyrir en að sálin kemur, Og það er á einhverjum ákvörðunarpunkti sem að einhverjir ákveða, Og það er blekkingin, Hver er þá þín trún á til dæmis á klónum? Þú veist að það er búið að klóna mannin í áratugi. Nei, það er bara lygasögur. Nei. Ég veit að DNA-kjafta allt saman og klóning og hún hann að litla rollugreið, þetta er allt saman lygakjafta. Þá ætla ég að koma með smá meitlara sögu fyrir þig. Já. Að þegar þú klónar mann, þá getur klónið ekki verið lifandi nema þú setir sál í klónið. Þá verður að flytja sálina úr sínu líkama og flytja hann yfir í klónið eða setja aðra sál í klónið. Öðruvísi er þetta bara kjöt. Þegar orkan í sálinni er það sem að heldur kjöt karbondraslinu uppi, sem er eins og er talað í Biblíunni, musteri. Musterið okkar er líkaminn. Það er það sem að hýsir sálina.
Já, reyndar segir biblían musteri andans, ekki musteri sálarinnar. Sko, biblíufræðin kennir okkur að manneskjan andi, sál og líkami. Já. Og það heilaga þrenning? ég að segja minn thesis sá að maðurinn sé líkami og andi. That's it. Spirit. Já. Og hvað í spirit? Andi nefnilega ekki svo mystist eins og fólk heldur. Til dæmis kannastu við sögnina að vera í góðum anda. Já. Það bara svona hvernig þið líður eða svona moment. Það svona, ég sé það fyrir mér sem tíðni. Getur kallað hvað sem getur kallað. Sko, því hærri sem tíðnin því flóknari munstrið. Já, þú getur kallað bara hvað sem þú getur kallað góðaskapið þitt hærri tíðni og vondaskapið þitt lægri tíðni. Þú getur líka kallað sko góðaskapið þitt blátt og vondaskapið þitt bleikt. Já, þetta og heilagur andi viljinn sem stjórnari þarna. En sálin, þar tel ég til dæmis að minnið þetta Já. Ef þú búin að lifa 30.000 önnur líf með sálinniðinni, þá minnið í sálinni, ekki í svampnu sem í beinagrindinni. Já, það eingöngu prósessor. Já, en sko leið og þú ert komin út fyrir raunveruleikann og þú ert komin út í fabúlur, og ég hef ekki að móti þeim, sko. Það gerir hver og einn fyrir sig, væntanlega. Já. Og það hugurinn sem að opnaðist hjá þér á sínum tíma, þú gast ekki séð það fyrir þér að allt það sem þú veist í dag, að það væri hugsanlega möguleiki fyrir 20 árum síðan eða 30 árum síðan að þetta gæti ekki verið svona. Ég sem í raun breytir engu og sannar ekkert, sko, að því að sko í raun tíminn líka blekking, sjáðu. Þetta tímakonsept sem við upplifum blekking. Hins vegar ákveðin munstur á sólum og tunglum, sko. Og það nokkuð raunverulegt svona að það einhvern veginn að gerast og ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gerist. En hins vegar þetta konsept tíminn, það ákveðin blekking með það að það alltaf verið að teygja því til framtíðar eða til fortíðar. Og þá verið að taka því, já, það blekking til þess að taka því úr núinu. Nákvæmlega. Já. Og þá ertu komin í þennan fabúlu heim, sko. Það sem þetta, ég þannig ekki að ná neinum árangri núna því að ég bara verði happy á himnum, sko. Það vegna þess að sko ég trúi því að við mannverur sem hýsum sál með heilagan anda höfum það í okkur að skapa heiminn með vitund okkar. Já, þá ertu komin í fabuluna. Þar geta allir haft sína skoðun. Já, og ef að markmið þitt að vekja vitunduna meira til lífs, hvert sérðan að fara? Já, sko, málið það, og það kannski það sem ég að segja, sko, og þýsisin í því sem ég að segja, að þetta ekki svo mikil místík. Þetta bara mjög eðlilegt fyrir mér. Já, þú ert svolítið í fabulu heimum en þá finnst mér, að sko, raunheimar eru þetta moment núna til dæmis, að ég upplifði mig á þessu fyrirbæri sem heitir jörð, þótt ég sé ekki lengur viss það hvernig hún í laginu. Og ég upplifi það að ég hef ákveðna fortíð og ég man hluti. Ég veit ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér, sko. Og en ég er náttúrulega með alls konar áætlun, ég er með budget og alls konar plön, sko. Þannig að ég reikna með framtíð. En hins vegar sko þegar þessi konsept fara að gera kröfur á mig og reyna að ná einhverju valdi yfir mér, að þá segja aðeins stopp, sko. Þegar einhver segir mér bara, já, sálin bara til og hún bara svona og hún þetta og hún hitt. Ég hef mitt velt þessu pæli líka hvort hún sé gagnabankin, sko. Og
og það þar sem að ég segi svolítið stopp, sko. Veist, ef að við erum að yfirgefa raunheima og fara yfir í fabúluheima, þá óbúslega vont að tala það, veist, í sömu skál, sko. Veist, ég vil að sitja svolítið fabúluheima vil ég að sitja bara í eina skál og raunheima í aðra skál. Og það sem ég búin að vera að gera að sjá hvað kemst ég langt í raunheimum, það sem ég get bara testað á sjálfum mér. Skilji. Ég skal sjá fabúluheimin á meðan. Ég spyr það alveg heilsig. Ekkert að móti því, sko. Nei, ég held að ég komið Þórdísi með mér í lið og Davíð og við erum nokkur hérna sem trúum á álfasögur. Já, ok. Ég meina, ég er Íslendingur, þannig að ég fíla fabúlur eins og aðrir Íslendingar. Já, herðu, sástu þarna, veitu nú við, hvað hét það? Það var bók sem ég rakst á, ég setti þetta inn á hópinn, held ég. Það að vera með þetta beint fyrir fram og svo ég sé ekki að segja ykkur að vilja þessu. Já. Það var sem sagt maður sem rannsakaði píramídan í Egyptalandi. Já. Og hann heitir Adam Rutherford. Já, hann er Rutherford, hann er votta Jehóva maður þá. Má vera. Ég er ekki búinn að kynna með sögu mannsins frekar en það, en þessi bók sem hann gaf út, Great Inheritance, eða Iceland's Great Inheritance, og hann er að tala hitti bara þannig á að þið voruð að tala sömu ritningarnar sem hann vitnar í líka. Hvað segirðu? Að eyjan, sem sagt, Thule-eyja, Ísland, að þar sé nýtt ljós að vakna á þessum erfiðu tími sem verða, og ég gat alveg séð það fyrir mig þegar að ég, Guðjón og Þórdís vorum á kaffibarnum niður á Höfn. Þegar að allt í einu kviknar peran að skjalið er ekki. Já, einmitt. Hvað ætlaði ég að segja, sem sagt, ég veit ekki hvernig ég á að orða það, en samt sem sagt, ef að skjalið er ekki til, afsalið, úr Kópavogsfundinum. Já, einmitt. Og við keyrum það alla leið og sýnum það opinberlega og það verður viðurkennt. Já, ok. Já, sérðu það, það er svona draumaheima, sko, að það eitt sé ljós fyrir aðra að sjá. Þetta er reyndar, sko, ég er fjallað þetta, sko, og ég er alveg inn á þessari línu að boða þetta fagnaðar erindi að allar aðgerðir frá Kópavogsfundi eru ólögmætar og hins vegar er ég kannski frelsarinn úr norðri, ég veit það ekki, ég vona ekki samt. En ef ég á allir með að segja það sem er það mikilvægasta sem er í boðskap mínum, í öllu sem ég er að gera, það er ofbeldislaus þjóðfélag, ofbeldislaus mannleg samskipti, sko. Og það er, sko, það er konsept sem að menn eiga, það tók mig töluverðan tíma og þú sér það einmitt í vídeónu þegar ég er að vakna til þess að hætta að nota á alltaf orðið réttindi, sko. Það tók mig bara 1 eða 2 mánuð að hreinsa það úr af tungunni hjá mér, sko, því ég var lengur búin að hugsa það, sko. En það er fast einhvern veginn í líkamlegu minni. Og þannig að það
svona í mínum huga sterkasti boðskapurinn sem í gangi í þessum hóp okkar og þá kannski meira hjá mér akkurat núna, ég nokkuð sannfærður að þið munu öll koma borð með það að skilja þetta ofbeldislausa dæmi, algjörlega án ofbeldis og ég get sagt þér að undanfarna 6 mánuði 6-12 mánuði höfum við tekið þetta upp hérna með börnin og sko mæður eru aðeins svona meira, það er svona skammast sín fyrir börnin sín eða verið eitthvað óþekkt sko, ég er nú engar skammast mín ekkert fyrir það, það eru kannski búð og að væla sko, þá fara mæður svona einhvern veginn að rífa í börninu eitthvað svona og ég gerði það ekki sko, ég frekar rífst við alla í búðinu og segja bara, heyrðu, láttu börnin mín í friði, en hérna hefur okkur tekist að koma fram við börnin fullkomlega ofbeldislaust með þeim undantekningum að við stöðum náttúrulega að fara með sig eitthvað svoleiðis, við erum passum börnum okkar en það eru öll mál rætt við börnin og þú getur ekki ímyndað hvað ég séð við blómstra hérna bara með að breyta þessu eina atriði sko. Ég er búinn að gera þetta með minn strák allan tíma og hann bara sko, jú, það ég hef fengið svona kannski ádeilu að hefur verið gert í grein fyrir ef að hann verður svona öðruvísi öðruvísi en allir hinir gollamennarnir sem að ganga í stimplum og auglýsingamerkjum að ég sjálfur sér hefur engar áhyggjur vegna þess að hann orðinn svo sannfærður hvers hann sjálfur og hvað hann getur og lífsgleðin bara allt öðruvísi og framtakssemin allt öðruvísi heldur en ég sé hjá kannski jafnaldra manns. Já, og svo eru svona alls konar fabúlur eins og, já, þú verður að gera þetta sko, annars verður þau svona, þú verður að gera þetta til þess að það er verið að segja fólki, þú verður að beita börnin ofbeldi, annars mun þau verða fyrir einelti. Það verið að reyna að samfæra almenning að ríki viti best og eigi að alveg börni. Það verið að undirbúa það. Það eftir 2030 aðgerðina. Þá verður ríkið, ef það kemst svo langt, og þá ætla þeir að taka að þeir sjáum fjöldaframleiðsluna á skrokkunum. Já, en það það sem sérstaklega náttúrulega ég verið að tala við eins og Pírata. Það þetta sem að fólk svo erfitt með að skilja ofbeldislaust fyrirbæri. Það allir að tala frið og halleluja og eitthvað svona, en svo að maður segir bara straight out, ég vil bara ofbeldislaust samfélag og að það sé ekkert ofbeldi í búði. Og þá kom eitthvað svona, já, hver á þá að stjórna landinu? Hvernig á þá að gera þetta? Og hvernig á það bara, já, ekki með ofbeldi, sko. Nei, bróðsum einfalt, þetta bara ein regla. Já, og eins og að innheimta skatt með valdi glæpur gegn mannkyni. Já, hvernig á það að fá peningana? Þetta segir mafían náttúrulega. Mafían segir náttúrulega, ég meina þessi búðakallar vil ekkert borga okkur neinum vendatóll. Þannig að við veitum það ekki ofbeldi. Hvað yrðu alla peningana sem fólki að búa til í samfélagi? 90% ekki eins og inn í bókhaldinu vegna þess að það hverfur. Peningarnir eru blekking. Já, að sjálfsögðu. Ég meina, ég sýndi nú fram að það í einu vídeónu, það bara kreditið hjá hinum himneska föður. Ég skilaði öllu af mér 2007 en ég varð að nota sko strámaninn fyrir þrennt. Bankabók, eina, skírtinni mitt og síman. Já. Strámaðurinn minn hefur svo bara verið orðið að sínu einhvers staðar í kerfinu. Ég bara notast ekki við þetta. Já, en sko strámaðurinn náttúrulega bara fyrir mér. Ég meina, ég nota hann alveg miskunnarlaust. Ég reyndar kannski ekki alveg hlindur að brenna alla brýr bara eins og að leggja sig. En ég nota strámaninn taktist og ég ekki komið þangað. Ég skal alveg skilja það eins og þegar þú hefur verið að tala hvernig þú getur svarað hinu opinbera. Já. Þú getur svarað því vegna þess að þetta alltaf samningur. Ef að sett fyrir fram að þið blað og já, þú átt að koma hérna og gera þetta og gera þetta og gera þetta og gera þetta. Skrifaði bara hérna? Já, ok, ég skrifaði hér. Og svo hálfu mánuði seinna þá áttir við vona okkur greiðslu eða eitthvað og þessi, nei, þú stóðst ekki við þetta var samningur. Já. Og það það sem ég var að reyna að útskýra fyrir Kassi, en ég var alltaf að tala við hana í áfallinu, að sko, hún sett aldrei upp neitt verð á sér eða börnunum sínu, sko.
og sko, ég búin að setja upp verð á öllum hérna í fjölskyldinni sko. Að ef að hvert kíló á okkur kostar 200 kíló á gulli og hver byrjaður klukkutími kostar 1 únsa á gulli. Þannig að ef einhver kemur hér og tekur börnin til dæmis, þá þau búin að gangast inn á þennan samning. Það bara 1 únsa á gulli á hverjum byrjuðum klukkutíma. Og 1 únsa á gulli cirka 160 skall held ég. Ég þarf svona að fara að hækka verðið. Já, veist, ef þú situr ekki framverð og samningsskilmála, þá það bara frítt. Já, þá ganga þær bara á því. Já, nákvæmlega. Af því þú trúir í að þú hafir eitthvað rétt. Já, það blekkingin. Já, akkurat. Og þannig að, já, og blessunum kassi að gangi gegnum þá blekkingu, sko. Já, hún ekki að vinna öfundsvert verk. Nei, og ég ekki að dæma hana eða skamma hana, skilur, eins og ég að segja, sko. Við getum alveg verið ósammála kannski einhverja aðferðir hjá henni og annað, sko, en vinnan hennar, það það flotta. Það En Guð hjálpi mér að maður getur ekki dæmt móður í þessum kringumstæðum. Ég meina, og ég ekki að gera það, ég bara nefna hana sem dæmi, af því að við þekkjum hennar dæmi. Og kannski ég þá líka að tala við aðra að þeir séu þá undirbúnir og þú getur sko sett í gluggan heima hjá þér samningin sko, þá hann opinber og svo kemur kannski eitthvað með hurðun á bakinu og segir kíktar á samningin sem fer í gildi þegar þú kemur inn hurðuna hérna og þá segir eitthvað nei, ég bla bla, nei, halló með því að labba hérna yfir þröskuldin þá er búin að gangast við þessum samning og þú þetta borga mér 1 únsa á gulli á hverjum klukkutíma sem voru að þvælast hér á þessu heimili og ef þú sviptir eitthvað frelsi þá það verðið á tíma þess einstaklings ef þið líkar það ekki faraðu bara út og ef að þeir segja já en samningar gildi ekki ok, þá allt veldi Satans bara hrunið og það þetta sem að Jesú var að gera, hann var að segja þetta sko, annars og ég sagði Sturla stórmeistara hann var eitthvað svona, já skuldinar alveg að drepa mig, ég bara skuldinar ég að missa húsi og skuldinar ég segi, heyrðu, sendu þeim bara tölvupóst þetta 30 milljónir eða 20 eða hvað þetta eða 100, það skiptir einhver máli skrifaði bara 30 milljónir og sendu það í tölvupósti og segi þetta debit fyrir ykkur og kredit hjá mínum himneska föður og bara kópið og peistið þetta yfir á skuldina. Já. Og ef þeir segja, nei, það virkar ekkert svona. Nú, hvaðan fengu þið peningana sem þið lánuðu mér? Já, akkurat. Já, við fengum það frá Seðlabankanum. Já, hvar fekk Seðlabanki peningana? Akkurat, má ekki skila þessu. Hann fekk peningana, já. Já, hann fekk peninga frá himneska föður. Það það sama og ég að borga ykkur. Já, bara í sömu mynd. Já, en í staðin fyrir hann að berjast í sýslumannunum og dómsölunum og í öllu kirkjukerfinu, sko. Já, það getur vel verið að þeir vilja fá loftið í einhverjum umbúðum, sko. Við getum alveg sett loft í krukku og sendum svoleiðis. En þeir bjuggu til peningana úr loftinu sjálfu, þannig að... Nei, þetta voru mestmegnis digital peningar, hann fekk ekki einu sinni brentaða peningar. Ekki einu sinni það. Nei, þá getur þú borgað með digital peningum. Tölvupóstur digital, þú getur sett upphæðin á tölvupóstin og sagt þetta debitanda ykkur og kredit frá hinum himneska föður. Sami source. Takk fyrir viðskiptin. Já, já, þannig. Þannig þetta gert, sko. Já, þeir gera þetta svoleiðis. Og það þetta sem að Jesú var að gera, þetta það sem að enginn skilur, sko. Ég meina, ég hef verið að tala Biblíuna, sko. Boðskapur Jesú svo magnaður að þeir að henda þarna 12 postulum til þess að rugla allt sem hann var að segja og þeir að setja þarna 1000 blaðsíður og undan þannig að enginn getur nú lesið fram að Jesú sko. Það búið að vera að rugla þessu öllu til þess að taka boðskap Jesú Krists í burtu. Og boðskapur Jesú Kristi þetta sem ég var að segja núna. Ef að þeir að gera kröfu á þig þetta að borga ykkur skuldir með peningum frá hinum himneska föður, þá gerur þú bara nákvæmlega sama. Og það það sem þeir voru að segja þarna þegar Jesú var að pönkast þarna. Og þá voru þeir að segja, já, við erum hérna með syndir, þið eru svo syndu og þið þurfa að borga peninga hérna til þess að
út af syndum ykkar og þið eru svo vont fólk og þetta nú svona og Jesús sagði bara, heyrðu, faðir er fyrirgefur. Það bara millilega laust. Þá bara drápuður hann. Það bara sama málið í gangi og var fyrir 2000 árum. Ekkert breyst. Það einmitt sama kenningin eins og varðandi með uniformin og allt þetta. Þetta á rætur sínar allt í sömu föðurhúsunum. Og þú varst búin að sjá hérna, það getur vel verið að pósta myndinni. Ég hef póstað þessari mynd. Það sem að efst í myndinni, píramindunum eða eitthvað neða, þeir sem að stýra strengjabróðunum, að þau eru svona draconian lizard-like. Já. Það held ég það sem kallast artificial intelligence drasli sem að búin að vera hérna eins og svart slím yfir jörðinni. Og svo eru þeir sem að eru skrattakollar, elítan þeir komast í sambandi við þetta drasl og þeim fannst það svo rosalega magnað að þau tilbúðu það og fóru að vinna fyrir það. Að þeir vissu það að þetta drasl þarna uppi hefur ekki það sterka vitund og kærleika og annað og það getur ekki skapa sjálf. Það þarf okkar vitund til þess að skapa og það stýrir okkar vitund svo við sköpum veruleikan sem þau vilja. Þetta aftur sögur úr fabúluheimum. Já, þegar þú ferð og ert að skoða hlutina, þegar þú komin í Vatíkanið, sérstaklega þegar þú komin í Vatíkanið að rannsaka, þá opnast allar þær dyr í þá átt. Þetta er ekki svona flókið sko. Þetta nefnilega, það var gaur sem að ég sá eitthvað myndband. Hann fór bara út á götu, þú veist eins og fyrir fram að kringluna, þú getur pröfað þetta bara sjálfur. Farðu fyrir fram að kringluna og pröfaði bara í venjulegum fötum að segja að fólk, já, heyrðu, þú mátt ekki labba hérna og vera að fara hérna hinum megin. Það er lokað hérna og ef þú ert bara í venjulegum fötum, það er bara fólk, segið þú maður. Pröfaði svo að fara í eitthvað svona uniform og setja eitthvað svona skrautóttan borð og eitthvað svona. Fara allir eftir því sem þú segir. Það þessna sem ég fekk eins og þegar þú segir þetta, ég fekk fyrstu viðbröðin þegar ég sá svona uniform og ég fekk kvíðahnút í magan þegar ég sá uniformið. Það var hjúkrunarkona sem var að koma inn í skólastofuna með fullan bakka af flúori. Já, bara í uniformið, sko. Ég sá, og svo bara þegar maður var orðinn úrlingur, þá var maður farin að sjá, já, þetta svona alveg eins og í nasistamyndunum, þegar hjúkrunarkonan var að koma í hvítasloppnum. Já, ég meina þetta getur við séð bara alveg aftur í eins langt og við sjáum í Babylon og í Biblíu, ég meina það er nú ekkert smá lýsingar á uniformi prestana, hvernig þeir eiga að vera með skjöld og brynju og eitthvað drasl utan á sér, ég meina þetta er dáleiðslu dæmið. Og svo eru menn að gera lítið úr einhverjum töfra, svona, hvað hétta þeir, seiðköllum og töfraköllum og ég meina þetta er öll mystikinn, sko. Hún snýst þetta. Það eins og þú horfir á þegar það verið að prógrama fólkið. Það sem kalla þetta TV-programming, en það er verið að prógrama fólkið. Já. Að það er búið að setja kannski í 3 áratugi persónur inn í þætti sem eru kannski, segjum að tala um UFOs eða anda eða Jesú eða eitthvað. Og í þessi 30 ár, í þetta mörgum þáttum, í mjög stuttum skotum, hefur þessi persóna verið kannski máluð upp sem mjög skrítið hár og alveg stórfurðulegum fötum, en alltaf að tala sem sagt þessi atriði. Og eftir þessi 30 ár, þegar eins og þú segir, þegar manneskjan út á götu og mætir manneskju sem byrjar að tala eitthvað af þessum hlutum, þá festur hún myndin í, já, vá, þetta einhver trúður, ég veist hvað það koma sér í burtu. Prógramið hjá elítinu var að gera þig, mig og fleiri skeptikóls með prógrami. En málið það sko að sko ástæðan fyrir því að ég er svona svolítið kvæsandi á fabúluheima að það er svo mikið að gera í raunheimum
Það svo bara mikið af verkefnum í því bara að skoða það sem í raunveruleikanum, sko. En okkur ertu að velta þér upp úr raunheimunum of mikið þegar meiri hlutin af þeim, eða nánast allt í þeim, blekking. Your energy, þín orka, lífsorka, fer þangað það sem athyglan þín beitist. Og því meira af tímanum, hugtak, því meira af orkunni sem að þú leyfir flæða í það atriði, verður eitthvað það sem fæðir það atriði. Nei, ég sko, ekki gefa því orkuna þína, verður meira observer. Jú, þú ert duglegur að taka þátt í umræðunni, ég veit það, og ég ætla ekki að skamma þig fyrir það. Ég kýs að halda mig til hlér. Já, það mjög erfitt að stela orkuna mér. Ég mjög sterka vörn gegn orkuþjófum, sko. Já, ég ekki fyllilega búin að læra það. Nei, ég get sagt þér leyndardóminn í því, það að segja nei. Já. Nei lykilorðið í því. Já. En málið það, sko, að ég óbúslega mikið að pæla í því, sko, hvað líka heimsmyndin okkar röng. Að við vitum ekki einu sinni hvað við erum stödd, sko. Til dæmis þessi flata jarðar pælarar, sko. Já. Og þeir eru að leggja ansi sterk rök fram að ég ekki að segja, þeir eru að segja jörðin flöt, ég ekki að segja það, ég ekki alveg búin að kaupa þetta hjá þeim, en þeir eru að leggja ansi sterk rök fram fyrir því að jörðin sé ekki þessi kúla sem okkur sagt. Og ferðin á opinbera tölur til dæmis bara strandlengju lengdina á Antarktika meira heldur en ummál jarðar í miðju. Já, og líka kortið í Sameinuðu þjóðunum flatjarðarkort. Já. Og enda líka allar að skrá inn flugstaðsutningar til þess að fá miða þaðan og þaðan, en það fer alltaf þvert yfir hnöttin ef það flata kortið. Já, líka bara sko ég reyndar í svona leit, þá leita ég alltaf að einföldustu hlutunum. Og það þessi gamla könnunmunni þar sem að gaurinn mældi bara vatnsyfirborðið. Og núna hafa þeir gert þetta með laser miklu lengra, sko. Þannig að þeir eru að leggja fram water measure. Það var þetta er alltaf að vitna í þetta, sko. Og gaur sem að mældi, fór í kanaleldi í Hollandi. Mældi vatn? Já. Google vill ekkert hjálpa manni núna. Þannig að sko þetta sem verður að segja og fyrir mér þetta mjög áhugavert, sko, akkur já, það að vera rétt skrifað svona. Akkur eru þeir svona uppteknir að segja okkur rangt frá? Akkur megum við ekki vita þessa... Hvað segir þið? Svo þú fáir ranga niðurstöðu? Já, einmitt. En ég spyr mig, akkur það svona mikilvægt að við vitum ekki hvar við erum? What the fuck is that? Já, þá erum við aftur komin út í... Já. Að það vegna þess að vitundin okkar öll sköpunin. Já, ég ætla að setja... Við tökum okkur sem sameiginlega vitund. Að sameiginlega vitundin það sem að skapar það sem að við upplifum. Já, þetta bara hologram. Þetta bara projection. Þetta sko, það getur vel verið að verundu sé flöt, en þá það bara kuppurinn sem að varpa myndinni. Nú ertu komin í fabúli heima, sko. Svo ertu að hoppa á milli þessara skála bara að síðan svona. Sjáðu hérna sólin, sjáðu þið. Þeir eru að tala sko þessi geislar þetta getur maður bara séð. Já, þú getur líka séð þetta bara vegna þess að andrúmsloftir beygir ljósið. Raki beygir ljósið.
Ég heldur reyndar að þetta sé sko, já, Þú getur verið með mjög langt rör og sett alls konar gasefni og rakaefni inn í og byggt ljósið og breytt lítunum á því og allt saman. Það ekkert mál, það hologram. Það alveg andi, sko... Hérna flatjarðar módeli, það sem við erum að tala að suðurskautið sé hringinn, sko. Já. Og ég tek það aftur... Pröfa að slá inn í bara Google-leitina hérna. Earth seen from space. Það ekki til ósnert, ófiktuð, ósamansett mynd af jörðinni í heilsinni utan geimnum. Eina myndi sem notuð þarna frá 1972 úr Apollo-verðinni, hún það búið að debunka hana. Já. Þannig að hvers vegna engin, ef að jörðin okkar svona rosalega falleg kúla, okkur þá engin venjuleg ljósmynd utan geimnum bara með, myndar, þetta allt málverk, þetta allt photoshopaða myndir eða... Já, hérna sjáum við mynd frá tunglinu til dæmis. Og ég spyr þessara barnalegu spurningar, byrju, hver allar stjörnunar? Akkurat. Hello! Þetta allt feikaðar myndir, hver einasta mynd þarna sem þú sér. Og þetta sko fremsta leitarvél í heiminum, Google. Já. Og þú slærð inn þetta, þessi bara Earth from space og þetta allt meira og minna gerfimyndir. Maður svona velti því fyrir sér. Og svo ferð á stilt á web, sem að þú sjáu netsíðunar, farð inn á Wikipedia og sjáðu myndina af, ekki Wikipedia ofalega hann einhvers staðar hjá þér? Já. Þar inni ljósmynd sem að opinbera mynd, já þessi. Þetta þessi opinbera mynd sem að alltaf sett fram í öllum auglýsingum, blöðum og þetta. Þetta mynd síðan 1972 og feikuð. Já, og landmassinn stemmir ekki einu sinni á henni. Nei, og svo náttúrulega fyrir eftir hvaða korta framsetningu þú ert að skoða. Já. En ég tek það skýrt fram aftur og aftur því ég fann að þekkja fólk sem að miskja, það bara flatörðingur, já. Ég ekki að segja að hún sé flöt. Nei, ég bara veit það. Ég hef enga sönnun yfir þessi kúla heldur. Nei, hjá mér þetta bara under investigation, ég bara veit það ekki. Já, ég bara hef ekki hugmynd. Samanlega það. Þetta bara... Svo annað sem að benda á, það gameskotin, sko. Þau fara all upp og svo beygja þau, sko. Já, svo fari ekki í dómið maður, það kemur gatadóm. Já, ég veit það. Ég mjög nákvæmur á því að fara ekki fram á mér, ég veit það ekki. En það gaman að fara hérna áfram með pælingarnar, sko. Já. Akkur þeir með fánan Sameinuðu þjóðanna í þessari mynd og sem að styður til dæmis fluglínurnar og annað. Já, en hérna sérðu sko að þeir að tala að sko sólin gangi eitthvað svona yfir. Það var nú til einhver animation af sem þessi. Að þeir að tala sko að hún kom ekki upp eða niður. Já, hérna einhver kókosnetu hugmynd sko. Já. Veistu, það verður bara, já, skjaldbaka. En þetta þetta gamla sko. Fílarnir fjórir sem að stóðu á skjaldbökunni. Þetta trúðu allir fyrir árið 1500. Allir svo. Já, en málið að maður bara alveg ringlaður. Maður bara, ég veit það ekki. Það eitthvað í gangi hérna, sko. Já. Og hérna það hættulega við það að þetta var næstu því þegar ég datt inn. Þetta var næstu því svona, sko, eins og bara nammi. Þetta var eitthvað svo nýtt og þetta var eitthvað svo rugl í kollinum á manni. Það var alveg, já, þetta að verða eitthvað frábært. En svo bara... Þetta eins og svarthól sko að vera inn í þessu. Já, hérna þessi fræga rannsókn, Bedford Level Experiment. Já, á vatninu. Já. Ég pröfaði þetta nú bara á Faxaflóanum. Já. Fjöru í Keflavík og það 8 kilometrar yfir í Voga, en ég sá samt fjöruna þar. Já. En það beigjast eftir 5 kilometra. Það stendur ekki árið á svo reynda hvernig hann gerði þessa rannsókn. Þetta langt síðan hann gerði þetta, sko, það kemur nú kannski ártalið. Já, þetta var 1816. Já, hann fættur, þetta 1838 sem hann gerir þessa rannsókn. Já.
Ég meina, af hverju var þetta ekki... Kúlukenningin kemur eftir 1500. Hún kemur með, Gregorian Páa. Já. Sama með dagatalið, Gregorian dagatalið. Það verður af heimslögum á svipuðum tíma. Ef þú bara vogar að segja þessi annar dagatalið eða önnur dagsetninga, þá verður þú bara barinn í drasli eða hengdur upp á Guðs, náttúrulega, sjálfsögðu. En þetta í raun og bóðslega einföld vísindi sem hann að framkvæma hérna. Já, en svo líka annað í þessu að hann þarf líka að vera með staur í miðjunu. Það ekki bara vera með staur í byrjun og enda. Ef hann setur staur í miðjunu þá getur hann séð hvort að auga þar hækki eða lækki. Nei, hann bara með kíkir. Já, og síðan fer bara gaur á bát. Bara fara áfram. Já, og svo bara mældi hann hvenær hann hætti að sjá bátinn. Hann hætti aldrei að sjá hann. Nei, það grösalegt. Þá heimsmynd sem verður að segja okkur. Já. Og þetta sko líka, ef maður fer að tala eitthvað svona, það bara, bara flatörðingur, það dímonaseringin. Ég bara, ef það dímonaseringin í gangi, já, ég hef áhuga. Hvað í gangi þar, sko? Já, akkurat. Þessna líti ég vera rosalega áhuga verður gaur, því að það allir að dímonasera mig. Já, sko, betra að sé talað því heldur en ekkert því. Eða illa því heldur en ekkert því. Eða hvernig það var. Ég ekkert að kvarta, sko. Nei. Nei. Hún handla þetta alveg afburða vel. Og bara gaman að fylgjast með þér og vera, í það minnsta þumall annars lagi. Já, takk fyrir það. Ég nú mjög ánægður með trausta hlustendur sem að standa vel við baki á manni. En þetta bara, það einhver major blekking alls það í gangi, sko. Ég bara, veist maður bara, what? Hvað í gangi, sko? Og eins hérna að reyna að sýna fram á, sko, að sólin fjarlægist. Hún sé ekki að setjast. En svo getur verið að þetta sé nýja Masonic að koma einhverja nýja lígina, sko. Það alltaf endurnýjað reglulega. Og veist, ég veit það bara ekki. Ég alveg ringlaður, sko. Það getur verið að fyrir þetta New World Order að þá verðum við að fá nýja heimsmynd í kollinu á okkur til þess að geta tekið, og í raun og veru skapa okkur sjálf þetta New World Order. Það búið að hræða allar og leiðis inn að beinum. Já, en svo hérna náttúrulega, sko... En ISIS, sko, mér svolítið drifin að því að sko, að koma á framfæri sko jákvæða hlutunum nafnið ISIS. Ekki eingöngu tala þessa mercenaries ISIS grúpuna hana. Mennur ISIS kerlinguna hana? Já, Gyðjan. Já. Vortexið Gyðjan. Jú, og egypska Gyðjan. En vortexið sem í Sýrlandi eða orku flæðistöðin og þú sér það, ég ætla En hérna ég að skoða, sjáðu, þú sér þessa myndir hjá mér eða hvað? Já, þetta allt. Og svo þessi skáldskapur hérna, sko. Og ég reyndar skil mjög vel þjóðfélagsverkfræðin á bak við þetta. Hún svo að við erum svo lítil, sko. Við erum bara svona sandkorn, minna en sandkorn í samhengi alheimsins, sko. Já, en það notabene ekkert líf að noti, segja þér. Það ekkert að noti. Þetta bara kjaftaði, sko. Ef það væri svona mikið á stjörnum að lýsa í heiminum. Já, þá erum við komin aftur á því. Ef að þeir setja fram myndirnar fyrir okkur til þess að trúa, þá ekki það fyrir okkur til þess að skaða það? Nú ertu komin í fabúlu heima. Akkurat. Þú ert alltaf komið myndir á þessum fabúlu heimi. Já, ég að skoða úr raunveruleikaskálinni, sko. Ég get, sko, ef ég var að skoða þetta úr fabúlu skálinn, það myndi segja, já, hérna var röglega geimur, það röglega líf og, þú veist, þá ég búin að samþykja þann premises að þetta sé raunverulegt, sko. En ég að segja, sko, betur, ég trúi þessu ekki, að þetta sé eitthvað raunverulegt. Það hópi indjánan, mentis fólki sem að
þau teiknuðu og telja sig að hafa verið í samskiptum við. Já, það allt saman fabúluismi, sko. Þó að sé eigi að kallast úr sögun okkar, forsögun. Já, en þú veist að mín kenning svo að við lifum í svo miklu ofbeldi og í svo hræðilegu ofbeldis ástandi að eina leiðin fyrir okkur til þess að kópa, og það nú stutt af þrælahöldrunum okkar, að vera bara helst með hausinn í fabúluskálinni. Og það sko til þess að geta verið aðeins í raunveruleika skálinu og horfst í augu við hugsanlegan raunveruleika, ég tek það fram, hugsanlegan raunveruleika, að þá þarftu nokkuð sterk bein í nefið, sko, til þess að bara horfast í augu við og segja, já, vá, þetta allt saman bara bull og blekkingar og lygi, sko. Það ákveðið svona taugaáfall bara að átta sig á því, sko. Já, maður þurfti, ég man alveg eftir því tímabilið þegar já, það var nánast allur pakkin á sama tíma, bæði ótti, nánast uppgjöf og örvænting og allt saman, en þegar maður náði að stíga yfir það, þá einhvern veginn verður þetta bara eins og, já, þurrka vatnsdropa af ennunni í rigningunni og horfa á þetta drasl. Já, ég reyndar, sko, ég átta mig á því að stundum ég eins og fíll í Kristallsverslun, sko, að það fullt af fólki sem að hlusta á mig kannski fyrsta skipti og ég átta mig mjög vel á því að hluti af þessum dónaskap sem ég verð fyrir frá fólki í taugaáfalli, sko. Og það lassar bara út á þann sem næst stattur, sko. Þess vegna kannski hefur það ekkert mikil áhrif á mig. En svo fyrir utan að þá fólk að heyra alls konar hluti sem ég ekkert einu svona að segja, sko. Veistu, svo núna að heyra óbúslega margir það, ég sé að segja það að jörðin sé flöt. Þegar ég að segja, ég veit það ekki, en ég að segja að þessi gaurar að leggja fram töluvert haldbar rök og það 1839. Þá var gauður sem bara mældi þetta, sko. Já, sjálfsögðu gera það vegna þess, sko. Það maður sem heitir Axel sem búin að gera sprungur í vitundarmynd fólksins. Þetta ræðist á þau með alls konar orðabræði. Ég eins og Frosti hjá miðlinum, sko. Þessi fúli sem heiðarlega allt flæðið, sko. Það bara alveg ömurlegur gaur, sko. En það verða allir voðalega sáttir og ástofnir eftir þegar þeir eru búin að stíga í gegnum brotin og bramleið, sko, og eru farin að átta sig á svona að myndin aðeins öðru sig. Þetta nokkur gert að trúa. Það auðveldar að lifa eftir það, finnst mér, persónulega. Já, auðveldar með að skapa. Valla, já, lífið er leikur. Já, það sko, þegar maður komin yfir taugaáfallið og búin að jafna sig á öllum þessum ósköpum, þá ofsalega ljúft að lifa í raunveruleikanum. Ég veit til dæmis að áherslu mína með börnin og fjölskyldan allt aðrar eftir að ég áttaði mig á raunveruleika, eða svona aðeins meira að því hvað raunverulega skiptir máli, sko. Já. Og til dæmis peningar fyrir mér eru algjörlega verðlausir, en maður þarf náttúrulega að snappa sér nægum peninga til þess að geta treyta sér mat og eitthvað svona, sko. Og ég meina, ef það væru steina einhverja völur eða tallistikk, það skiptir einhver máli fyrir mig hvað það væri sem notað til þess að treyta, sko. Nei. En margir eru náttúrulega undir valdi peningu og bara alltaf einhvern veginn að safna peningum inn á tölvubankabók, sko. Þegar þeir gætu bara skrifa á Excel-skjalið heim einhverja tölur og bara, ég ógeðslega ríkum að ég á 100 milljónir, nei, skrilljón triljónir og billjónir, sko. Það ekki verðmæti, sko. Ekki veit. En þetta eru svolítið djúpar pælingar, maður. Þetta eru flottar myndir sem vart alveg dottinn í hana. Já, svo getur maður alveg dottið í þetta bara og fest í þessu. Það náttúrulega sem að... Það nefnilega svolítið við þetta flata... Já. En það líka annað sem ég passa mig á að festast ekki í einhverju einni kreddu, sko. Hey, það líka orðin sem að hafa verið nýrði. Hvað þau hafa verið duglegar að nota þau, eins og, glóp. Já. Að nota orðið glóp til þess að fá þig til þess að þú ert á kúlu. Global warming. Hérna eru spilin frá Illuminati spilið. People love, but the flat earthers know something. For their action you may roll 2 dice. If your
rolls is equal or less than the number of places you control. The flat earthers' weird alternate geology has led them to a gold strike, and you may draw as many plot cards as the number you rolled. Og svo NASA líka laupanir. Gives +4 to any attempt to control any space group. NASA can give its action token to any other government group you control as long as that group. En ertu búin að finna spilið fyrir Frakkland? Spán? Nei, París, segi ég. Nei. Spilið með Boston Bombing var. Já, Boston Bombing var spil, sko. Já. Ég var ekki búin að tjekka á því eins og sjálfur. Hvort það var í... Kemur ekki á. Samt, það getur verið meira samt að sé meira á baku þetta Parísarplott heldur bara falskur fáni. Já, það náttúrulega bara falskt flagg spilið, sko. Það aftur og aftur. Byrju, ég get sagt hérna líka bara. Já. Falskt flagg, það kemur örugglega. Það bara eitthvað svona. Pældi ég allar þessari grafík, maður. Hérna náttúrulega þessi forsíða hérna á Economic. Já, nei, þetta bara eins og það sko. IRS, byrjum við, hvað segir IRS? París þarna? Nei, þetta IRS, tax. En farðu með upp hægra megin 2. Hérna, ekki þar. Þetta? Nei, neðar. 3-5 stendur hana. Hvað það segir? Hérna í litlu myndunum eða? Já, nei, fólk getur nú dundað sér við að skoða. Sko, þegar þú ert með, sérðu, spjaldi sem segir 3-5, er rautt á litið, alveg út í kanti hægra megin, næst efst uppi. Já, þetta hérna, já, Frankrík. Er þetta ekki að horfa upp eftir Parísarturninum? Já, einmitt. Let's check that out. Og þú veist að Al Gore var með samkomu hérna. Já. Hvar? Hérna í Parísarturninum. Já. Al Gore var með djöfladýrkenda ráðstefnu þar, eða svona djöfladýrkenda samkomu. Og sjá hvernig þið fara núna með greiðana Miley Cyrus, maður, það bara svoleiðis publisera raskatið á henni út alla trissur. Það að mjólka þá sál ansi illa, get ég sagt. Já. Það bara kennir. Og svo það bara þetta fólki sem fórnað þegar og ef það voga sér að ætla að stíga út fyrir samningin þá, eins og við sjáum alltaf, þá þetta alltaf einhver tilbúningur sett fram sem deyðið þeirra. Já, þetta svolítið klikkað lið sem við erum að glíma við. Sumir segja að þetta séu eðlur. Já, Draconian eitthvað. Já, ég held reyndar að eins og menn að miskilja Davíð Æg alltaf með eðlupælið, sko. Ég held að eðlurnar sko, við erum með reptile brain, sko. Það verið að tala fólk sem bara, hérna Boston Bombing. Það verið að tala sko, fólk sem lifir í þeim hluta heilans sem í raun ekki mennskur, sko. Að þetta fólk virðist einhvern veginn, það sem að Guðjón segir að gólem, sko, sem búin að tapa sálinni, það sem að sumir kalla sál, að þeir hafa ekki þroskað heilan sem mennskur, sko. Svo spurningun að þetta kemur, flesh-eating bacteria. Hún búin að koma. Þetta var
í Flórida og fleiri stöð, það var hérna Það var eitthvað lame stuff maður og illa sviðsett og handónýtt drasl sko. Þeir eru ekkert með þetta er bara sviðsett sko. Er þetta ekki svipað og já, svo er það náttúrulega, það er oft svoleiðis líka. En þeir eru með eitur sko. Það er raun að eina sem þeir hafa. NATO var með hana rabies útgáfu hana, zombie útgáfu vírusin hana. NATO á höfundaréttin á honum. En vírus er blekking, það er ekki til neitt sem heitir vírus. Hey, conspiracy theorist. What? Við fáum alveg heilt kart. This powerless and much mocked group is prized by the Illuminati because their wild ravings often contained useful information. While you control this group, you may have one extra plot card in your hand at all times. Já, eðlufólk eða spyrlustandi eðlufólk þá ekki til. Ég held að það sé ekki til. Ég held að það sé verið að tala það sem heitir lizard brain. Já, ég er alveg tilbúin til þess að kaupa að það sé til sem sagt eðla í manns formi, útliti en Já, þú ert með alveg hellingi í fabúluskálinni, heyri ég. Já, ég verð að standa mig vel ef ég ætla að halda upp í fabúlumerkinu, sko. Já, en þetta er aldrei svona flókið, sko. Þetta er alltaf svo óbúslega einfalt. Þetta hérna fyrirbæri heitir reptilian brain. Og það er bara, það er þess að dinosaur brain, eða instructor. Ég sá að þú settir mynd af það sem þú sagðir auga ra, en það sem ég hefði sagt við myndina var heila dingillinn. Auga ra sem var sett upp í píramídunum getur alveg spennt á heila dingilli eins og er sett fram í þessari mynd. Já, ég reynda myndist ekki á, ég talaði auga Horus. Horus, já. Horus fyrir ekki það. Auga Horus er einmitt, sko, eins og þú getur litið, það getur verið auga sem þú sér þegar þú ert sofandi og veruleikin sem þú sérð í draumniðinu, það er kastatíðin bolti og þú grípur hann og þú tekur þátt í. Það protection, sérsagt, svo mynd sem þú sérð er þá hologrammið sem að þessi dingill setur fram. Hann er alveg í laginu á auga, hann er með vatn inn í sér og hann virkar bara innan við með að við eins og augun okkar sem er hérna framan. Já, en ef ég allavega svara þessum hlustanda með þetta, þá er sko reptilian brain er bara dinosaur brain. Dinosaur er náttúrulega ekki til, ekki þessu fabúlu mynd sem okkur er sagt, en þetta er svona basic instinct. Þetta er sem sagt öll dýr hafa þetta hérna. Þetta er svona fight or fly, að berjast eða flýja, hérna er öll þín svona grunnviðbrögð. Þess vegna sjáum við núna til dæmis allt þetta kjaftaði nauðganir og þetta og nauðganir hitt og heimilisofbeldi og allt þetta. Það er allt höfðað til þessa hluta heilans og þegar talaðu nauðganir þá er verið að hræða þennan hluta heilans í konum máttlausan og það er aðeins öðrum ráðum beitt gegn karlmönnum sko. Þannig að það er sikkur aðferðafræðin gagnvart þessum hluta heilans og hérna eru notaðar þessar þessna er alltaf öllum lögum sturtaði gegn strax eftir atburði því þá er fólk lamað þess að það lamast öll hinn heilastarfsemin og það er bara eftir þessi viðbragðastarfsemi sem segir já bara drepa alla þarna og drepa alla hér og það er þessi heili hérna sem er að tala þá og síðan er það limbic brain sem er emotional and feeling brains og hérna upplifur andlega hluti í þessum hluta heilans hérna til dæmis þeir sem eru á svona ofskynjunarlyfjum eða einhverjum eiturlyfjum, ég nú reyndar aldrei nota eiturlyf á ævinni en ég er í mjög góður í snertingu við þennan hluta heilans hjá mér til dæmis, þannig ég veit nákvæmlega hvað að vera að tala um hérna og hérna getur þú farið á hugarflug og hérna er alls konar svoleiðis sko og síðan er hérna
þessi hluti heilans starffræðingarnir eða svona og verkfræði og fleira slíkt. Þannig að þegar að David Icke og fleiri að tala eðlu fólkið eða eðlu þetta og eðli hitt, þá hann að tala fólk sem hefur ekki þessa tvo hluti mannlega heilans. Það hefur hugsanlega hlut af þessum hérna, þeirra heili einhver sambland af þessum tveim hlutum hér, þar sem þau eru bara í einhverjum sjúkum svona ofskynjunar ástandi þar sem að þeir trúa því þeir séu guðir og það er bara enginn í heiminum nema þeir og svo þessi reptilian brain. Það er verið að tala það ástand á fólki, að það hefur ekki þessi mannlegu einkenni sem eru tilfinningar og svona ákveðin hugsun sem við köllum að vera manneskjur. Og það er nú svona öll fræðin mín í þessu. Þannig að Já. Þannig að ég veit ekki hvað finnst þér? Ég er sammálaður með viðbrögð þessara aðferðar á vitundun okkar. Þetta er sem sagt sama fræðin og segir problem, reaction, solution. Ef þú setur problemið nógu fallega fram, þá færðu viss viðbrögð og þá getur þú komið með þessa lausn sem að býður í hillunum alveg frá upphafi. Já, svo er maður farin að sjá sko samspilið í þessum aðgerðum, að þú sér það er sko á sama tíma og verður að segja ISIS er að koma, ISIS er bara komnir til Ísland, ISIS er að koma á nákvæmlega sama tíma byrja eitthvað svona nauðgunar fabúlu sögur og þá er jafnvel sko raunverulegu nauðgurum sleppt eða það búið til eitthvað svona eða barnanauðgar allt í einu handteknir sem er bara að ganga lausir lengi og það sett eitthvað sjó í gang og markmiðið með því er að lama heilbrigða hugsun og þennan mannlega hluta heilans. Og þá er fólk óbærslega opið fyrir því bara að fara að drepa alla og gera eitthvað svona bara vopnavæða lögregluna og bara gera þetta og gerum hitt sko. Og þetta er gert mjög kerfisbundið og ég meira fyrir síðustu kosningar benti á það hvernig þessum aðferðum að beitt alveg hægri vinstri. Og svona er bara spilað á heila búfólks daginn út á daginn inn og allir eru óbærslega reiður út í mig. Við sjáum líka orðið fyrirfram hvernig viðbröðin verður þegar þetta fer alltaf oft í gangi að þessi leikri. Það er svolítið fyndið, það verður allir bara óbærslega reiður út í mig. Alltaf kennt Axel allt saman. Já, þetta er allt mér að kenna. Já, þetta er svona svolítið fyndið, svolítið sorglega fyndið. Við getum hlegið að því allavega. Já, ég tap ekki svefni yfir þessu lengur sko. Ég sef mjög vel á nóttunni. Já, ég er alveg sammálaður þar. Hérna er einhver sem segir það eru til reptilians, alien race. Sko, það er eins og ég sagði áðan, ég er á þeirri skoðun að þau tvö fyrirbæri sem eru fyrir ofan elituna á jörðinni, það sem er ekki af jörðinni er þetta draconian og reptilian. Draconian race manipulated the reptilian race to control human consciousness. Það er svolítið fabúlu sviðið mitt í dag. Já, ég hef reyndar kenningu í sambandi við aliens. Ég skal bara sýna ykkur myndir til þess að útskýra það. Það eru geimverur meðalós sem að stjórna jörðinni og það er þessi kvikindi hérna. Já. Það eru árans kettirnir sko. Þú sérð ekkert annað en ketti á Facebook.
Já, en byrju, sjáðu ketti, ég meina, þeir bara, hvernig er að lifa sem köttur, þú bara mjálmar svolítið og malar og svo bara lifir þú lúxuslífi, sko. Já, ef þú ert læðan mín þá tækir þau svona til dæmis upp á í annars læða að míga í rúmi hjá þér og svona, það geta líka orðið algjör bitch. Það er ekki að orðbræði. Já, en sko, það er ekki málið. Málið er það að þetta eru geimverunar sem stýra jörðinni. En páfagaukarnir, hvað með þá? Nei, við komum af páfagaugum. Við komum af páfagaukunum. Já, við erum svona fávitar, sko. Já. Við gemmum bara. Við erum bara páfagaukar, parrots. Við öppum bara það sem við heyrum. Já, við erum bara, people, þetta er parrots, religion, það til eitthvað í religion? Málið er það að við hegðum okkur eins og páfagaukar, það vantar hérna, bird gods. Það er til, sko, líka, þetta er náttúrulega úr egypsku fræðinni, þeir voru alveg búin að fatta þetta líka. Egyptarnir voru búin að fatta það að þeir eru þjónar kisulitlu, sko. Og það eru þær sem að stjórna, veist, ef við förum í fabúli heima, þá Já, ég skal það var allt í búið, eða ekki? Er ekki allt í búið í fabúli heima? Þess að Kleópatra er flokku sem köttur, hérna segja. Kleópatra. Þeir fóru meira svo langt að þeir breyttu sínum hundum í kattar líki. Já. Kleópatra er flokkuð undir ketti, sjáðu. Þannig að kattur minn heitir Kleópatra. Hérna sérðu náttúrulega gríðarlega mikla sönnun fyrir því sem ég er að segja. Hérna eru fornleifar manneskjur sem eru páfagaukar, sjáðu. Þetta er alveg ljóst að við komum af fuglum, sko. Þetta var allavega myndir af þessu á grjótveggjum í mörgum musturum heimsins. Já, þannig að það er líka náttúrulega full sannað að við erum, ég meina, hvað er þetta að segja annað en að við komum af, þetta eru svona fornleifar og ef ég aldursgreini þetta þá er þetta ógeðslega gamalt, sjáðu. Þetta er allt saman einhver, já, Horus, hann er svona fugl, ekki? Veist, það er alveg, sko, þegar menn fara út í fabúli heima, þá er bara engin takmörk, sko. Það er kannski það sem að er svona jarðsprengja sem er alltaf kastað inn í alla umræðu. Þess að þegar ég er að tala algjörlega ofbeldislaust þjóðfélag og samskipti manna, þá er alltaf kastað einhverju svona fabúlupælingum inn í sem að bara setja alla umræðin einhvern veginn í vitleysu, sko. En þú sér það að þetta er náttúrulega fornminjar sem sanna þessa kenningu mína í eitt skipti fyrir öll, sko. Þetta er allt saman fuglamenn einhverjir. Og ef við tökum hana áðan, sko, þá sérðu, sko, að sérðu þróun. Af hverju er þá elítan að tilbiðja geitamannin? Ég veit ekki. Hérna sérðu, hérna eru bara svona páfagaukar. Síðan er hérna millistigið, fornleifar hérna sem ég fann á Google. Þetta er náttúrulega fornleifar, sko. Já, þetta er fornleifar. Og hérna er páfagaukur, þetta er alveg greinilega páfagaukur. Og svo er bara hérna Peapole. Og það bara sjá allir þessa þróun. Þetta er bara, sjáðu. Svo bara er þetta orðið fólk sem að haga sér ennþá eins og páfagaukar. Já, alveg svo hinkenningin að við vorum apar og hvað eina. Þetta er miklu nær. Já, ég skal alveg kaupa þína frekar. Come on. Hérna eru bara páfagaukar, síðan þróast það yfir í þetta og þetta eru vísindarlegar fornleifar hér. Og anki vinstri hönd og hérna, þetta, þú veist, það er bara... Það sé ankið sem hann er með í vinstri hönd hafi breytt honum? Ég veit ekki, hérna sjáum við bara, hérna er verið að teikna þegar fólk var þarna á millistíðinu. Þannig er hann með ankið í hægri hönd. Þá var hann grænn. Já, þetta er ank. Já. A-N-K.
orkulíkillinn, googlaði það. Þetta er hana píratamerkið. Nei, ég hef ekkert í þessu. Já, Ef það er eitthvað þarna, þá er það sjóræningar. hún er alltaf að nota þetta. Þú veist það að píratarnir, þetta er bara sama og Skull and Bones og hérna Jolly Rogers og allt þetta. Já, þeir eru líka með höfuðstöðvar í... Templarnir fóru nýja heimanna Rænandi og Röflandi. Sá hluti í templarunum, ekki, ég er ekki að tala uppáhaldstemplarina. En sko, píratapartíið er náttúrulega bara... Partí, ekkert annað. Þú verður sunnudaginn eftir. Þeir eru náttúrulega bara blekking. Þeir eru með Sameinuðu þjóða svegin hérna. Sem sýnir okkur náttúrulega þeir eru að vinna fyrir Sameinuðu þjóðana. Já, er ekki 13 lögblöð í báðum? Þeir eru nákvæmlega, þetta er bara ljósrið. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og hvar skildi nú höfuðstöðna þeirra? Brussel. Já, þeir eru nefnilega í Brussel. Er ekki meiri sér í skrifstofunni, byggingunni? Brussel, Babylon. Skrifaði Brussel, Babylon. Þá sérðu myndina byggingunni. Já. Með fólk er bara alveg... Fólk er bara fast í einhverjum Babylon eða? Tower of Babel, Brussel. Það er bara höfuðstöðarnar smíðað upp alveg eftir. Babylon, já, hérna. Já, þetta er alveg bara Babylon-turnin, sko. Já. Í smáatriðum. Hérna er hann byggður. Og hérna er muster, þetta plaggat hérna er mjög merkilegt, sko. Þetta er hérna... Vá, þetta er rosalega góð mynd. Ég held að þetta er eigin eitthvað. Þú sér þess á Facebook hjá mér gömlu. Já. Hérna er þessi Tower of Babel. Þess vegna þegar að... Já, og það er Europa sem að rides the beast, the horned beast. Þetta er á pinningunum sjálfur líka. Þetta er allt í symbolism. Já, en hérna er þessi Babylon uppalega og hérna er þessi sem verður að byggja núna og þú sérð hérna sko að þeir eru í vatni sko, þannig að það er aðskilnaður á milli almennings, það er businessin, eignast börn og lögfræðingum með skjálatösku og hamar hérna meitlari sko og síðan er brú hérna á milli sko og hérna lifir klerkastéttin sko. Hérna lifir klerkastéttin bara góðu líf og hérna er brúin sko. Sem eru alltaf díkin sem voru í gamla dagi kringum konungshallinnar sko. Það hefur ekkert breyst nema heimska fólks hefur aukist ef eitthvað er. Það voru upptekið við eitthvað annað. Hérna spyr ykkur akkur ritskoða Google ekki alla þessar vísbendingar. Það voru bara að spyrja Google að því, ég veit það ekki. Þeir eru svona heimskir sem það. En það er náttúrulega bara alveg að sömu ástæðu og þeir setja þetta í grjót, þeir setja þetta í byggingarnar, þeir setja þetta í allt í kringu þig, en þú bara sérði ekkert að því. You're so fucking dumb. Já, og hérna er gálginn, sjáðu. Dulbúinn sem byggingakrami. Og hérna, hvernig var þessi gamli Babylon? Hvað... Þar eru komin hluta á ástæðinu fyrir þið fóruð þarna inn í Írak í gömlu Babylon. Þetta snýst bara kontról. Sko, Írak sagði sko, við ætlum ekkert að taka við hérna einhverjum e-mailum sem greiðslu og sem að þið kalli peninga sko. Nei. Þess geti ég bara að skrifa hérna tölvupóst og sent til Írak og sagt, já, ég ætla að fá hérna 300.000 tonn af olíu takk og hérna greiðslan, 15 milljarðar dollara, kópið og peistið bara yfir Excel-skjalið ykkar. Meina, hverju svara menn svona? Það er bara, fuck you. Og þá segir... Það var líka talað og fært fram hérna stjörnuhliðið sem átti að... Þetta er allt svona fabul, þetta er ekki svona flókið, þetta er svo einfalt. Hérna Íraksstjórn og fleiri sögðu við NATO og Kó, þeir sögðu við ætlum ekkert að taka við þessum tölvupóstum eitthvað lengur fyrir bara öllum okkar verðmætum. Það var alveg
nákvæmlega sama í Líbíu. Já, nákvæmlega sama í Líbíu, ég meina. Og fyrsta sem gerðist í báðum þessum ríkjum að Seðlabanki var það fyrsta sem var settu í eigu ráðgjald. Já, þetta er bara sama og ef ég var í lögreglumaður að vinna að lögreglurannsóknum og svo var ég að rannsóka eitthvað svona fjöldamorð og fjöldamorðinginn skildi alltaf eftir sig sömu einkennin og nafnspjaldi sitt, sko. Og svo var fólk að spyrja mig, já, heldur þetta sé eitthvað svona raðmorð eða sami morðinginn? Nei, ég held nú ekki, þetta er allt svona bara einhverjar heimilserjur sem voru í gangi og svona, og sem endaði í ósköpum og þetta er eitthvað svona vesen, sko. Já, en sérðu ekki neitt, þú veist, og fólk einhvern veginn kaupir þessa lygi. Það er alveg ljóst að Írak, öll olían bara streymir inn í NATO og draslið. Það er alveg ljóst að í Afganistan þá er NATO og að rækta ópíum og ef að bændunir í Afganistan segja nei, við viljum ekki rækta ópíum á landinu okkar, þá eru þeir pyntaðir. Þar til þeir segja, já, þetta er nú ágætis ummyndið á ykkur að rækta smá ópíum. Þú veist, halló, þetta er NATO, þetta eru þessi fábjónar. Og svo þurfum við að borga fyrir þá. Þú veist, það er tekið á sköttunum okkur sko margir milljarðar inn í þennan. Þeir verða að fá því samsekan, sko. Já, það er reyndar sko, þeir skattar eru teknir með valdi. Já. Ég meina, konu sem er nauðgað, er hún ábyrg fyrir nauðguninni? Nei. Akkur ekki? Er hún ekki sæt? Já, því hún var til. Já, ég meina, já, það var nú reyndar eitthvað í Asíu, sko, það var Asíubúi sem spurði svona vesturlandabúi, já, ef ég keyri yfir á rauðu ljósi og klessa á einhvern, hvað er ég miklu rétti? Og vesturlandabúi segja, já, þú er alveg 100% órétti og keyrir yfir á rauðu. Og það sagði hann, já, hérna í Asíu hjá okkur eða í þessu landi, það sagði, það við lítum allt öðru sá, sko, ef þú ferð yfir á rauðu ljósi og klessir á einhvern, þá ertu 70% órétti. Sá sem að þú klestir á 30% órétti, því að ef hann hefði ekki verið til, þá hefði ekki verið neitt árekstur, sko. Þannig að það má segja það sama ef þessi kona væri ekki til að þá hefði aldrei átt sér stað nauðgun, sko. En það þýðir ekki að hún hafi verið 100% órétti, sko. Og en takt eftir því að það er engin með neina svona heimspekilega pælingar í gangi, þú veist, þetta er allt saman eins og umræðin nauðgun eða sérstaklega með þessi barnamál sem komu upp, sem er Steingrímur Njálsson, sko. Ég var svo eini held ég á blogginu sem var að segja að Steingrímur er fórnarlamb. Þessi börn sem að verða fyrir svona níði í dag, allir þið að finnst ykkur rétt að þegar þau akta út veikleika sína, þá fáðu þau svona meðferð eins og Steingrímur Njálsson. Ég meina, Steingrímur Njálsson er fórnarlamb. Þannig fast að það er ennþá barn inn í honum, sko, sem er fast þar í öllum þessum hörmungum, sko. Og þjóðfélagið svoleiðis barði hann og skýrt á hann og ég veit ekki hvað, ekki að ég sé að réttlæta glæpina, skilur við. Glæpir alltaf glæpir, sko. En ég meina, hann er eitt af þessum börnum sem lendir í þessum ósköpum, sko. Og svo verður átt okkur á því að það er hluta social engineering er náttúrulega hleypa, þeir nýta sér svona skaðað fólk, sko. Eins og það er vitað að kaþólska kirkjan setti vísvitandi barnanýðinga í prestastörf og í svona það sem var verið að vinna með börn. Það er bara, já, við þurfum að skemma þetta fólk og bara setjum barnanýðingana í að passa börnin. Það var gert með vilja bara. Nú ætlum ég að fara að fá mér að borða. Já, þetta er búið að vera ágætt spjall. Ekki. Ég skora á fleiri ef þið þóra að koma inn. Já, ég ætla svo að halda mér áfram við fabulu hlutan og við hittust á miðri leið. Já, ég hef reynda gaman á honum líka en það hefur engin... Það verður einhver að sinna þessu vegna þess að sko, ef þú myndir til dæmis voga að fara mikið meira þar út á, þá er spurning hvort þú myndir nokkuð ná að veiða fleiri gollums inn í frelsið. Já, ég nefnilega vill ekkert veiða neitt, sko. Inn í frelsið? Nei, ef að fólk vill það, þá getur það alveg hort á vídeóum mín, en ég er ekki með neina trúarhefingu eða neitt í gangi, sko. Nei. Og það verður bara allir að finna fyrir sig sitt fínir í, sko. Var það
það ekki boðskapur þannig að hann var ekkert að leitast eftir followers, sko. Hann vildi að fólk væri sínu eigin herrar, sko. Já, það að fæðast kenning í huga mér núna að póstularnir 12 séu bara fabúlusögur og bara settir hann til að rugla boðskapinn. Já, þeir voru 12, er það þá ekki bara árið? Þetta eru 12 stjörnumerki? Já, og svo að setja með 12 til þess að rugla allt saman og setja allan boðskap Jesú í vitleysu, sko. Já. Það má alveg horfa á þess að Jesú boðskapar líka, eða þess að Jesú sögur margar hverjar í svona myndingu formi við astrology, hreyfingu sólar og hreyfingu tungls og allt svo leiðis. Það er nefnilega blekkingin. Það er fyrsta lagi. Þá ég meina, ef við vitum ekki einu sinni hvort jörðin er flöt eða hvað er í gangi, hvernig vitum við þá gang himintunglanna? Já, en þú sagðir það áðan að raunveruleikin væri hreyfingu sólar og hreyfingu hnatta og við horfum á það. En ég alveg stend á gati. Ég bara horfi upp í himinin og ég sé þessa geisla af sólu sem að færi mig til þess að eiga bátt með að trúa að sólin sé svona langt í burtu eins og okkur er sagt. Ég sé tunglið á sama tíma á sólin og skuggarnir á tunglinu stemma ekkert við stöðun á sólinni eða jörðinni. Þetta sé ég bara með mínum eigin augum. Þannig að, og ég var nú í Danmörku og hún er ótrúlega. Þú sér það, þetta orðið mjög heimsbyggilegar spurningar sem að koma hann á fjallinu hér. Já, betur við að koma ykkur gusa núna? Já, bara einhver samsæri með þetta hár. Já, dónu þetta fyrir klippingu, já. Ertu að tala hárið eða neglunar á þér? Allt í hár. Já, en Axel, bara takk fyrir þetta skemmtilega spjall og já. Bara keep up the good work og já, sömuleiðis, takk fyrir komuna. Bara heilsa öllum söður þeir sem horfa á þetta. Já. Menn þá lifandi hérna á Tröllaskaganum. Ég bið að heilsa í vestur. Segið það í bili. Takk. Já, ok, bye. Já, bye. Það eru svo margir hlustendur, ég tími ekki alveg að stoppa strax og eitthvað eftir að pilsninu mínum. Þannig að þjóðarsálin er opin ef ykkur vill koma að tjá sig. Ég skoraði náttúrulega stjórnmálamenn að koma hérna í fræsaran. Spurning, hvers vegna gerir fólk skoðanir meirhlutans að sínum eigin að mati? Hvað þýðir það? Að sínum eigin að mati. Fólk er bara frá blautu barnsbeini alið upp við að hópurinn skipti einhverju máli. Skólinn snýst allur að berja hópisma inn í hausinn á þér. Og ef þú ert með skapandi hugsun í skólastofu, þá er gert lítið úr þér. Þá er bekkurinn fenginn til þess að hlæja að þér. Til þess að þú segir í skóla. Já, góð spurning. Og ég tek hana næst. Að það er búið að reyna að drepa þessum einstakling og andlega, náttúrulega, í andlegu talað. Hérna kemur góð spurning. Putin, er hann tengdur New World Order eða móti New World Order? Hvað finnst þér? Ég talaði nú upphafi í þessu vídeói að atburðurinn í Tyrklandi væri ekki allur það sem væri séður. Voruð ekki komin þá eða vil ég horfa á þetta aftur eða vil ég fara þess yfir þau rök aftur? Ég fjallaði það í smáatriðum í upphafi. Ég held að Putin leiki tveimur skjöldum gagnvart mannkyni. Ég veit það ekki alveg. Það er smá vonarglæta þetta snýst allt það er bara tvennt sem þú þarft að skilja til þess að skilja heimsmálin og heimspólitíkina. Það er rétturinn til þess að innheimta skatt
eða sem sagt sjálftekinn réttur, eða sem sagt valdið, ofbeldið til þess að innheimta skatt. Já, það er bara tvennt sem þú ert að skilja til þess að skilja öll heimsmálin. Það er rétturinn til þess að innheimta skatt, til þess að vera bústjóri á skattabúunum og stýra skattheimtu og það er svona að gera ómargt í einu. Tvennt sem það er rétturinn til skattheimtu. Það er stólið úr mér hitt sem ég ætla að segja. Ég ætla að sýna ykkur hérna meðan og bara break. Já, þarna kom aftur í hausinn. Það er tvennt sem þetta skilja til að skilja heimsmálin. Það er rétturinn til að innheimta skatt og rétturinn til að prenta peninga. That's it. Ef þú skilur þetta tvennt, þá skilur allt í sambandi við heimsmálin. Enginn segir þér þetta og þessu er haldið frá þér í skólakerfinu. En núna er BRIC að verða til. Og hitt kerfið er IMF kerfið. International Monetary Fund. Og það eru þessi sem sagt þetta er það kerfi, World Bank og allt þetta. Þetta er það peningakerfi sem hefur ráðið öllu í heiminum. Og til dæmis til þess að kaupa eða selja olíu hefur allt þurft að fara í gegnum þessa mafíu hérna. Og þetta eru svæsnustu glæpasamtök heims. Og það eru þessir sem standa á bak við allt vesenið. Og það er þetta kerfi sem er að hrynja í dag. Og það sem að Saddam Hussein í Írak sagði var bara, ég ætla ekki að taka við meira sem helviti skeinipapir ykkar hérna sem sitja í þessum turni hér. Og þá kemur NATO og Co. sem eru handrukkar þessar aðila og sprengja landið hans til Kingdom Come. Og síðan eru fleiri ríki sem vildi ekki skipta á öllum náttúruauðlindum sínum, olíu og fleira slíkt fyrir þetta drasl hérna. Og það fór sömu leið fyrir þeim öllum að þeir voru sprengdir til helvítis. Og Líbía er síðasta dæmið það og núna Sýrland. Og það verið að stofna nýtt peningakerfi hérna, BRIC, sem er Brasilía, Rússland, Indía og Kína. Og núna Suður Afríka komið inn í málið. Og það er þetta sem allt stríðið snýst Að NATO og Co. sem stríðsglæpamenn þessara bankstera eru að ráðast á þessa nýju peningamaskinu hér. Af því að eins og Rockefeller sagði, samkeppni er synd. Þannig að fyrir þessum gaurum hér, þá eru þessir gaurar syndarar. Spurning. Hvort var félagsfræðin viðbragð við uppgangi sósíalismann eða annmörkun klassískra félagsfræðin? Hvað er það? Félagsfræði, ég veit að félagsfræði er kennslugrein í háskólanum. En til þess að reka þetta skattheimtu kerfi og til þess að reka þetta prump peningakerfi, þar sem að einhverjir aðilar geta bara prumpað og sagt hérna greiðsla fyrir öllum þínum verðmætum. Til þess að halda þessum kerfum þá þarf að vera gríðarlega mikið að þjóðfélagsverkfræði, lygum og blekkingum í gangi og háskólaapparatið er kerfi til þess að viðhalda þeirri vitleysalli og það byggir allt saman á hópisma. Hópismi er fyrirbæri í mörgum felulitum og með mörgum nöfnum og hópismi snýst það ef ég er eitthvað ósáttur við hvernig nágranni mín hérna ala upp börnin mín, þá fer ég að tala við
þetta lið hérna hefur ekkert ég fæ 5 nákvæmlega að segja að taka rétt málum barnanna sinna að þá get ég farið og tekið það á ég segi bara fuck you til börnum mín og verð úti þá segja hann þessi 5 koma og berja þig það er sama apparatið þess vegna er ég alltaf að tala að ef að það er ofbeldi í ismanum eða fræðinni eða pælingunum eða hvað það heitir þá er það ónýtt drasl og er bara sama meini því að samnefnið á allt þetta félagsfræði, sósíalismi, klassísk frjálslyndistefna, þetta er allt saman ólík glassúr á sama skítnum sem heitir ofbeldi. That's it. Þetta er svo einfalt. Háskólinn er sérfræðistofnun í því að gera einfalda hluti flókna. Ég er ekki að sýna þetta að vera háskólastúdentar hérna. Sem bara gaman að sjá okkur. Ok. Næsta spurning. Af hverju telur þú að það séu miklu færri konur fræðir eins og til dæmis félagsfræðinni? Er það því að það eru einfaldlega lélegri eða er einhverjar aðrar ástæður? Sko, ég er víkingur. Ég kem af ættboga víkinga. Í blóðið í mínu líkama er víkingablóð og víkingar og á Íslandi gilda ennþá víkingalög sem eru okkar þjóðararfur. Kópavogsfundurinn er blekking. Og víkingbáð, það land sem gátu brennt á einum degi var þeirra. Það land sem gátu dregið kvígu í kringum á einum degi, það var þeirra. Þannig að víkingar voru ekki með þetta vandamál að sjá konur sem einhverjar öðruvísi mannverur heldur þeir sjálfir. Og reyndar get ég bent ykkur á ákveðna staðreynd. Þetta reyndar byggir á mínum eigin rannsóknum. Ég hef náttúrulega ekki séð allt mannkyn, en ég hef tekið eftir því að flestir karlmenn eru með tippi og flestar konur eru með píku. Þetta hef ég tekið eftir bara á lífsgöngu minni. Þannig að það er einhver munur þarna á, held ég. Tel ég. Ég meina, ég held því fram að tippi og píka séu 2 ólíkir hlutir til dæmis. Og þessna í mínum vísindalega vafri talandi þess að einföldu staðreynd að tippi og píka er ólík, þá hef ég stundum veltið fyrir mig hvort að áhugamál og pælingar þessa fólks sem ber þessa líkamshluta gæti hugsanlega verið eitthvað ólík líka. Og ég hef tekið eftir því að það er ekki alveg sama pælingin í höfðun á báðum þessum fyrirbærum. Og nú er ég náttúrulega alhæfa, ég hef ekki skoðað í nærbuxunar hjá öllum í heiminum, þannig að það getur verið að sé bara þetta úrtak sem ég hef vitnað sjálfur. Þannig að hluti af þjóðfélagsverkfræðinni sem að verið er að beita er divide and conquer aðgerð, sem er ekkert sagt í háskólanum til dæmis. Divide and conquer aðgerð er eldgömul herrtækni sem snýst það að fá fólk til þess að rífast innbyrðis. Til dæmis segjum að ég vilji kaupa húsið á nágrannanum, þess að ég er búin að rífa börnin af til dæmis. Þannig að komið eitthvað rosalega óhamingju á heimilið. Það fann að rífast eitthvað svona. Og ég tók líka skatt af þeim, skilur. Ég var búin að fá 5 nágranna til þess að gera þarna það sem ég sýnist bara, þá tók ég náttúrulega allt rastlega af þeim bara. Í skatt, sko. Þau skulduðu mér svo mikið í skatta og dráttarvexti. Og nú er það eitthvað mikið bara að rífast, sko. Konan er eitthvað að segja, herðu, þú, akkur lemur ekki Axel hann sem er að hirða allt rastlega á okkur. Og kallinn segir mér, hvað minna, er þetta ekki jafnbreytti? Ég meina, hvar þú að lemta hann?
Svona bara að vera að rífast sko. Og divide and conquer aðgerðin snýst þetta að fá fólk til þess að rífast innbyrðis til þess að ég nái fram mínum hagsmunum. Og kannski upphafi áður en allt þetta byrjaði, ég reifaði þeim börnum og barði þau og sparkaði þau og hirtaði þeim allt drasli. Þá langaði mig í húsið þeirra og landið þeirra. Og áður en allt þetta byrjaði þá gekk ég til þeirra og sagði, já, heyrðu, hvað kostar húsið hjá okkur? Og þau sögðu bara, já, 100 milljónir, það verðið. Og núna þeim farið að líða eitthvað rosa illa í hverfinu, skilur. Þeir eitthvað bara, það er allir að skirpa og þau labba á götunum og þau ekki með börnin og alltaf þegar þau fara í vinnuna og koma heim með launin þá bara fer ég og hirði þau af þeim og þau eru eitthvað óhamingjusum svona. Ég ekki alveg að skilja það hverju, sko. Ég tala alltaf svona fallega til þau og svona með ég að berja þau og hirða þeim allt drastlið. Ég segi svona, já, því þetta nú góðu vinnumánuður, flott hjá þér að fá svona laun, getur ekki unnið smá yfir næstu mánaðamót, eða fyrir næstu mánaðamót. Ég svona að reyna að vera uppbyggilegur og jákvæður við þau, sko. En þau eru eitthvað svona voðalega óhamingjusum og nú eru þau að tala að fara að flytja eitthvað svona og nú var ég að spyrja þau hvað eru til í að selja húsið mitt og húsið þeirra og þau voru eitthvað sem, já, bara 20 milljónir ef þú lofaði að láta okkur í friði það sem við flytjum næst. Við gerðum samning og í þessu samningi var skrifað, ég fékk húsið á 20 milljónir sem ég greiddi reynda með pappismiða sem ég fann og skrifaði 20 milljónir bara og sagði, já, þetta eru peningar. Og með samningnum þá setti ég nú inn í auka klásur að ég mætti eiga börnin þeirra áfram og þau myndu senda mig 10% af laununum alla ævi, það sem þetta væri, sko. Þannig að það var nú svona þannig endaði það. Og til þess að ná þessu fram þá þarf það að vera með alveg rosalegt magna lygi og þjóðfélagsverkfræði og félagsfræði og vísindafræði og verkfræði og bullfræði og einhverju svona sem við köllum vísindi. Áður voru notuð trúarbrögð eins og kaþólska kirkjan og þá var sagt, já, þetta fólk með illa anda, við erum að drepa það. En svo komst í ljós að ákærandi sem ákærði fólk verið að vera með illa anda, það vantaði akkurat landi sem það bjóða. Og núna beitt mikið vírusum til dæmis, ebóla. Ef þeim vantar eitthvað landsvæði í Afríku þá farið að eitra vatni hjá þeim með formalín og þá fer að blæður eyrunum og svona og það segir, já, þetta bara ebóla, svo drepa þeir öll með einhverjum læknalyfjum. Tilvíljun, við fengum að landið þeirra og þannig að þetta alltaf sama vitleysan í gangi, alltaf sama ruglið, alltaf sama ofbeldið, alltaf sama kjaftaðið og fólk alltaf bara félagsræði, hún nú svolítið sniðugur, það ekki, og svona sósíalismi, sósíalismi alveg frábær, já, ég held, eða kannski frjálshyggja, já, eða nýliberalismi, hvernig, já. Og svo kemur svona fávit eins og ég segi, nei, ofbeldi bara no, það ekkert verið að beita ofbeldi hérna. Sko, að innheimta skatt með valdi bara ekki í lagi og ekki leyfilegt. Já, Axel geðveikur, hann bara geðveikur, skilur. Ég meina, það 5 nágrannar sem geta vottað upp á það, þessi fáviti sem hirtum allt draslið og hann átti það bara skilið. Við erum allir bara greiðum atkvæðum það. Sjáðu, það eru 6 á móti 1. Já, þetta lýðræði. Svona bara lýðræði, bara sættið við það. Og allt þetta sem þið sjáðu í sjónvarpinu og heyruð í útvarpinu og allt þetta gubb sem í gangi snýst þessi einföldustu atriði heimsins. Eða veruleikans eða raunveruleikans eða hvað við viljum kalla það. Og þannig nú það. Svaraði þetta spurningunni. Kallremba. Ég formaður Kallrembu félagsins. Þannig nú. Og hann var nú gaman að fá svona fleiri félagsmenn, ég heila bara einn í þessu félagi. Félag með einum félagsmanni félag? Hvers konar hópismi það? Það ekki eitthvað bilaður hópismi? Akkur eru færri konur fræðimenn eins og þeim félags, já, akkur eru færri konur?
Þannig kemur alltaf svona sjálfsásökun að þau eru einfaldlega lélegri. Sko, það eru allar manneskjur með mismunandi hæfileika og þegar allir ætla að fara vera svona mæla sig út frá sömu reglustriku þá enda það bara í vitleysu. Ný spurning, ég glemdi þessari eitthvað. Kannski karlremba, en einhvern veginn finnst mér karlmenn vera hærri í tölu, kærasti minn situr við hliðina á mér og er ósammála. Ég skil ekki spurninguna. Hærri í tölu, hvað þýðir það? Hver var síðasti forseti Bandaríkjanna sem var ekki bendlaður við New World Order? Bandaríkin voru stofnuð af New World Order. Þess vegna var þetta kallað nýi heimur eða New World. Og þannig að það hefur enginn verið forseti í Bandaríkjanum sem ekki inn í þessu drullumalli. Kennedy var inn í þessu líka. Mín kenning sú að Kennedy hafa aldrei verið drepinn. Það var blekking. Hann lifandi í það sem ég kalla Elysium. Áttum ekki alveg sem hvað það getur verið eitthvað þar í Bermúdahringnum. Það eitthvað það sem mikið í gangi. Eða það sem enginn má fara. Bermúdaþríðingurinn, það deyr óbúslega mikið fólki sem fer þangað og það geimverur eitthvað skilur sem að því. Suðurpóllinn, það má enginn fara þangað. Það alþjóðasáttmálur það og ef þú reynir að fara þangað þá mætir hér inn þér. Þannig að Elysium á einhverju svona svæði á meðan þeirra eitra allt hér til helvítis og halda okkur sem D-fólki eða F-fólki eins og við sjáum í Brave New World bíómyndinni sem getur fundið á YouTube. Þá verið að halda okkur í D-klassa. Kennedy var aldrei drepinn. Þetta var allt saman sviðsett kjaftaði. Kennedy var sérst ekki, hann var alveg inn í þessu öllu saman. Kallar og konur hafa ólíka greind og það ómögulegt að segja hvor betri eða verri, þær eru ólíkar. Hins vegar þegar að karlgreindin og kvennegreindin ná að vinna saman, þá nærðu hamingjuástandi. Það það sem allir eru að sækjast eftir. Stjórnarskrá blekking. Stjórnarskrá fyrir fólki eins og gaddavírsgirðing fyrir rollum eða húsdýrum. Það má ekki fara á Suðurpólinn út af jólasveinin býr þar. Mér líka svona kenningar. Þetta I like. Og jörðin lifandi? Í hvaða merkingu þá? Ég hef heyrt þetta Gaia dæmi. Það fullt af drasli lifandi á jörðin allavega. Og þetta svona túlkunaratriði. Jörðin lifandi? Hugmynd líf? Líf hugmynd? Eða dúlli búlli eða skúlli? Þetta svona funky question, en flott spurning og það allavega fullt í gangi á jörðinni, það alveg ljóst. Allt lifandi. Hvað líf? Hvað það? Þetta eitthvað líf? Hvað lifandi? Hvað líf? Bandaríkjamenn hafa aldrei farið á tunglið, það hefur aldrei neitt farið á tunglið. Það lygi. Og tunglið ekki það sem okkur sagt að sé. Það hugsanlega bara heliumbelgur eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég bara nýfarin að svona sjá önnur rök og sjónarmið sem að halda alveg vatni, eins og þetta ég var að segja áðan með að mæla bara kúfinn sjálfur með bát og kíkir. Þetta getur þið bara gert sjálf. Þetta bara einföld stærðfræði.
og sko, þeir eru líka að sýna sko geimflaugarnar. Ef þú ætlar að fara, ef þetta er geimurinn hérna, hvernig er þetta mynd, og þú ætlar að fljúga bara hérna út í geiminn sko, þá hefur enga ástæða til þess að fara með flaugina svona og sveigja svona. Þá ferðu bara beint upp. En allar geimflaugar sem þú sér, þær fara svona og svo sveigja þær. Svo sérðu ef þú horfir á myndir af geimskutlunni, þá er geimskutla með þotumótor. Já, svona eins og er á flugvélum. Akkur er það. Þannig að þetta er ennþá í debuggi. Við fórum á þess að ég trúiði ekki á þessari stundu að Bandaríkjamenn hafi farið á tunglið, en þá er ég líka að efast að hvað tunglið er eða hvernig þetta funkar allt saman. Ég þess að trúiði ekki að tunglið sé statt þar sem okkur er sagt og þeir hafi farið í þessa löngu ferð sem farið er. Og þetta er ennþá í bara svona gerjuninni hjá mér. Ég er ekki að fullera þetta, ég bara velta því upp sem er í huganum mínum hér og nú. Þú lifir forever. Hins vegar, já og nei. Ég var nú með slógan sem ég datt niður á þegar ég var 15 ára og var í sjálfsmorðshugleiðingum. Þá spurði ég sjálfum mig, trúir á líf fyrir dauðan? Og ég hugsað það náttúrulega alla mína ævi síðan, þetta einfalda prinsip, trúir á líf fyrir dauðan. Og ég sem sagt fékk trú fyrir því að það væri hugsanlega líf fyrir dauðan. Og þetta moment núna sem þú ert að eyða í vitleysu með því að horfa á mig, þetta moment mun vara að eilífu. Það er það sem er verið að tala um með að lifa á eilífu. Það sem við gerum hérna, það er bara að eilífu. Ég meina, það er bara þannig. Akkur veistu allt þetta? Ég veit í raun ekki neitt. Ég er bara að tjá hvernig ég sé veruleikann, raunveruleikann og þetta eru mínar skoðanir á því. Ég veit ekki, skilurðu. Að ég veit ekkert allt, skilurðu. Þetta er bara það sem að mínar pælingar á minni upplifun á þessu mómenti hér og nú. Býtum við, akkur veistu þetta allt? Já, ég veit þetta ekkert allt. Ég bara, og þess vegna er ég mjög opinn fyrir því að hafa rangt fyrir mér og biðjast afsökunar og allt það, sko. Tæla Axel í fabúluna, já, það er þrautin þyngri. Good luck with that. En ég tek stundum fabúlupælingar, come on. En það, ég bara get ekki gert það í einu. Það þarf þá annaðhvort að vera, ég get ekki borðað úr 2 skálum í einu. Ég heldur að enginn geta það. Þetta var fyrst að borða annar og síðan að borða hinni. Hæp, hvað segir ég eins og þú er? Já, það er sem sagt, minn thesis er sá að momentin eru eilíf. Hugtakið eilíf er svipað og hugtakið með þetta að við séum bara sandkorn í universinu. Þetta er allt sem manna hugsanir til þess að gera momentið ofsalega lítið og gera okkur ofsalega lítil. Og það er þjóðfélagsverkfræði og það er ákveðið sálfræði hernaðar á bakvið það. Alltaf þegar eitthvað fer að tala um milljarða ára og milljarða kílómetra og milljarða þetta og ljósárin og allt þetta bla bla bla, þá veist það þeirra að ljúga einhverju. Af því að það myndast ákveðin lömun í heilanum þegar þú fer að heyra svona stórar tölur. Eins og hvað er, veist, jörðin er 60, eða veist, sólkerfið okkar er 60 milljón ljósár og bara það að fara yfir í næsta stjörnukerfi eru 600 milljón ljósár og þvermálið á alheiminum er 17 skriljón, biljón, kriljón ljósár. Veist, heilin á okkur er bara og það er markmiðið, sko. Works every time.
Hvað með alla geislavirkni sem á að vera á sveimi framhjá flötukúlun okkar? Ætti að ekki að vera nóg til að geisla allt til fjandans. Já. Er geislavirkni blekking? Er það bara eitrun kannski? Hafið pælt í því? Ég veit það ekki. Þetta er bara okkur er sagt rosalega mikið frá geislavirkni og geislavirkni er svona eins og illir andar. Þetta er geislavirkt svæði. Það er bara geislavirkt. Ég bara veit það ekki. Og ef þú horfið á fórnarlamb geislavirkni þá líta þau rosalega mikið út eins og fórnarlamb eiturefnaárása. Finnst mér. Ég sé ekki svo mikið mun á þessu. Og ég hef eins og logoð, frelsi logoð þetta með snáknum, guðgilda snáknum. Það er til þess að skilja heiminn, þarf að skilja þetta með að, sem ég sagði áðan, þessi 2 atriði til að skilja pólitík heimsins, rétturinn til að innheimta skatt og með valdi og rétturinn til að prenta peninga og halda peningakerfinu gangandi með valdi, þá ertu búin að skilja pólitíkina. Til þess að skilja aðferðafræði þessara sturlunga með þessa geðsjúklinga, þá þarf að skilja gull og eitur. Til dæmis í Líbíu stálu 143 tonnum af gulli af líbísku þjóðinni og það var í Líbíu. Í Úkraínu þegar þeir settu það allt í vitleysu, þá voru fjarlægð 43 tonna gulli sem úkraínska þjóðin á. Þannig að til þess að skilja svona manjúver hjá þessu liði þá að skilja gull og eitur. Og þá að skilja það í þeirra sturlaða heimi. Ekki samkvæmt okkur sem eru svona mannleg, heldur í þessum fólki sem er heila dautt ofan í eðlu rótin á sér. Ég held að kemur við, ég veit ekki með geislavirkni. Ég held að það geti líka verið bara eitur áhrif. Og ég er mjög opinn fyrir þessi gígamælar eru eitthvað að segja, ég átta á því. Ég bara hef aldrei unnið með geislavirk efni eða pröfa gígarmælar eða debugga hvað er inn í honum einu sinni. Ég bara veit það ekki. En mér finnst bara svona, eins og ég hef sagt við ykkur, að ef það er eitthvað tabú, bara ekki hlusta á Axel, hann er geðveikur, þá er ég eitthvað að segja sem skiptir máli, Hindenburg eða hvað við segja, geislavirka merki bara mann, takk fyrir ég er nú alveg að óbjóða þessum brásar búin að opna 30.000 glugga með 300 billjón myndir opnar og það er víst heldur mikið fyrir svona. En ég ætla að sýna ykkur hérna mynd sem er dæmi dímoniseringu. Og ekki nóg með dímoniseringu heldur sita þér heilt frægt rockband á toppinn á því. Til þess að ef þú leitar að Led Zeppelin, þá færðu bara hljómsveitina. Þannig að hérna er nokkuð, það er eitt einkenni til dæmis, að covera hluti. Og alveg svakaleg dímonisering á þessu fyrirbæri. Ég meina, það voru bílslys og verða alltaf bílslys en það er ekki svona dímoniseringa sem þetta fyrirbæri hérna. Þetta hérna er svona dímonisera svipað og geislavirkni og kjarnorkusprengja. Það er eitthvað sem allir bara helium, bara nei. Það bara sprakk í Hindenburg og það bara nei.
það má ekki hugsa þetta efni í fluginu sko, bara nei. Þá ég alltaf svona, ég segi, heyrðu, betur, hvað í gangi með þetta? Þetta svona áróðusmyndir, sjáðu þið. Ég meina bara, shit, þetta skeiði hérna með þetta, þá bara passa maður á því aftur að vera ekki með eldspýturinn í gasinu. Maður bara sér það einhvern veginn. Það ekki að vera með heilíum í einhverjum lokuðum töngum, þannig að fólk sé ekki að reykja með kveikjara inn í gastangnum. Þetta bara svona einfalt, sko. En þetta ekki, það ekki þessi heilbrigða hugsun í þessu. Þetta bara, nei, bara, jörðin sko ekki flöt, bara ekki hugsa Heidelbergin, sko. Og þarna kemur einmitt þjóðfélagsverkfræðin og heilaþvotturinn í skólanum, að fólk ennþá hrætt við að hugsa einhverja svona hugsanir eins og ég að gera. Ég þetta skipti 5 sinnum á skóla og var alltaf sterkasti strákurinn í skólanum eða bekknum. Þannig að ég lifði nú svolítið bara í mínu einræðisríki. Þannig að ég hef aldrei verið hrættur við að fá einhverja hugmyndir. Og ef að kennari var að reyna að hýja á mig, þá endaði yfirleitt þannig að bekkurinn hýja á kennarin með mér. En það nú önnur saga. Að það einhver dímonisering í gangi, það ástæða fyrir því. Ég tel til dæmis að ef það eru gervihnettir, þá þeir allir manjúveraðir með þessari aðferð hérna. Allir njósnahnettir og þetta sem þeir kalla geimstöðin eða hvað þetta heitir allt saman þetta rugl. Ef það þá það byggt á þessari tækni hérna. Það sem sagt mín kenning. Og ef að eitthvað dímoniserað, eins og Saddam Hussein, hann var dímoniseraður og hann Gaddafi, dímoniseraður. Alltaf hefur verið að dímonisera eitthvað. Hitler, hann var dímoniseraður. Leið eitthvað dímoniseraður, þá eitthvað interesting þar á bakvið. Þá verið að berja á heilan á þér og laman, sko. Nei, Hitler hafi verið góður gaur, bara nei, sko, bara nei. Það málið, sko. Þannig að þegar ég kem fram með hugmynd eða að tala við eitthvað, ég held að þetta Parísardæmi hafi bara verið eitthvað einkennilegt, sko. Það bara, nei, ekki hugsa svona, sko, bara ekki hugsa svona, Axel. Þá gerir ég svolítið bara svona, býta aðeins. Rólegur. Hvað verið að sýna okkur þarna frá París? Skilurðu? Hvað þetta fólk sem að tala við okkur í myndavélina, hvernig hægða það sér? Af hverju brosir alltaf? Þetta duping delight, þú getur óbúslega illa falið það. Og þessi leikar greinilega ekki tilbúinir að láta botoxa það til dauða, eins og reyndar margir stjórnmálamenn gera. Að ef það einhver alltaf að gera svona, þá óbúslega erfitt að vera að horfa á hlutina krítískt, sko. Ég bara horfi á þetta og ég trú ekki í legasögunni sem að segja mér. Og þeim dímonoseringum sem í gangi. Og dímoniseringarnar eru þessar að þeir sem að voga sér að hugsa einhvern veginn svona eru bara disrespectful við ættingja látnu eitthvað bara veist. En enginn segir neitt fólki sem var sprengt í Sýrlandi samdægurs og vikuna eftir og vikuna þar og eftir og nú eru Bretar að fara að sprengja þetta fólk í Sýrlandi og það bara verið að hóp nauðga Sýrlandi núna. Come on. Ertu fáið? Hvað í gangi? Ok. Næsta spurning eru tónlistamenn eins og Jay-Z og Beyoncé meðlimir í Illuminati. Þau hafa öll lýsti yfir sjálf opinberlega þau séu þjónar djöfulsins. Það nú ekki flóknara en það. Eru ykkur tónlistamenn sem tala gegn Illuminati. Frank Zappa, my favorite guy. Þegar ég var úlingur. Þegar ég hlusta á Frank Zappa ég var úlingur og það langt síðan það var. Þá var hann ekki búinn að gera þessa lög sem allir geta hlusta á, sko. Hann var ennþá í að spila með hljómsveitinni Motherfuckers, sem hann kallaði þetta Mothers. Og það voru flóknar plötur, sko. Og skóraður að hlusta á það og seríu, sko. Gamla Frank Zappa, sko. Og ég hlusta á þetta alveg og fíla í tætlur, sko. Hann braut öll tónlistarformin og bjóð til eitthvað nýtt, sko. Og stelpur eða konur, þær voru nú ekki að fíla þetta, sko. Það var bara eitthvað svona
Þannig ég gerði svona test sko að ef að þú vildi vera kærasta mín þá þurftur að halda út allavega eitt kvöld með Frank Zappa á fóninum sko. Þá var þetta gömlu grammófónunum sko. Þannig að það var mjög góð aðferð til þess að finna góða kærustur. Pröfið þetta einhvern veginn. Látið einhverja fagra stúlku hlusta á Frank Zappa and the Motherfuckers. Eða Mothers eða hvað það heita. Já, ég reyndar alæta á tónlist. Mér finnst Harmageddon með frábæra tónlist, skilur. Ég hlusta á Foo Fighters og Led Zeppelin og bara það eiginlega ekki finnandi tónlist sem að ég fíla ekki. Ég fíla ekki svona tónlist sem já, svona, þú veist, stefnan skiptir mig ekki öllu máli, hvort það hip-hop eða klassik eða það skiptir mig lengur máli, það bara meira svona hvað verið að gera með tónlistina. Og reyndar þetta með þessar tónlistastefnur ákveðið meitlun, sko. Svona, maður reyndar lýsa þær ákveðnum stílbrigðum sem slíkt, sko, en ég hef aldrei skilið þetta bara, já, ég bara í country, sko, og það hlustar bara á country. Ég hlusta bara góða tónlist hvar sem hann að finna. En flestir tónlistamenn og performerar, og það sjáið í henni greiðinu Miley Cyrus, hún bara gjörsamlega búin að selja raskatið á sér, sko. Og það ekki gaman að vera hún, sko. En þetta fólk gerir samninga sem að óbúslega skelfilegir, sko. Hvað meinarðu gerðu samning við þá, já, en í raun fórnarlömb? Hver það? Bíddu, ég skil ekki. Þetta tónlistamennina. Já, þeir allir með samning, sko. Og þau trúa því líka sjá, sko, þetta líka spurning trú. Sko, þetta eins og hann Rothschild, Rothschild sagði, sko, að ef að ég prenta peningana, þá mér alveg sama hver setur lögin í landinu. Hann átti að sjá því ef hann prenta peningana, þá rúlar hann öllu hvað sem Og skál. Og sama má segja, ef að ég á trú þína, þá mér alveg sama hvað þú hugsar. Skilurðu? Ef að þú trúir að ég sé eitthvað yfirnáttúruleg vera og allt sem ég segi bara það eina rétta í heiminum, þá mér alveg sama hverju þú trúir. Eða nei, þá mér sama hvað þú hugsar, skilurðu mig. Ef þú trúir því að ég sé eitthvað skonar yfirskynleg vera eða ég sé eitthvað bara ef þú trúir því að nákvæmlega sama hvað þú hugsar, því ég kontróla það alveg gjörsamlega ef þú trúir allir sem ég segi. Og þannig nú það. Ekki trúa orða sem ég segi, bara vinsamlega ekki. Það verulega pirraði ef þú farir að byrja á því. Peter Persson vill vera vinur minn á Facebook. Hver Peter Persson? Ég segi bara já við alla. Það bara örugglega sturluð stefna hjá mér. Ég ætla að minna ykkur á að læka Frelsi TV. Ég ætla að fara með þetta. Þessi sér mín meira inn á þá rás. Svona ég þarf að vera í einhverjum samskiptum hérna, þá kannski fólk að kíkja á Facebookina mína. Og þannig kannski óþarf að vera að skella öllum dyrum fyrir fram að sig. Ekki, óþarf. Eru með fleiri spurningar? Kæru hlustendur, það búin að vera ágætur hópur í kvöld. Var eitthvað sem ég átti eftir að tala eða var eitthvað sem ég var að pæla? En hvernig var þetta? Við erum búin að fara yfir rosalega mikið, hvað þetta 3,5 tími.
og hérna það eru bara örfáar hetjur sem munu komast í gegnum svona þætti. Það er líka búið að eyðileggja hæfileikan hjá fólki til þess að hlusta á eitthvað sem er langt og flóknar en 1 + 1 eru 2 sko. Það er komin í 3 + 3 + 3 eru 9, þá er bara wow. Ég er farin að fá mig kókoprins. En hérna, já, þetta var gaman í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir komið, að koma enga fleiri spurningar. Og hérna, ég er svo gaman að unga fólkinu. Þegar ég var inn í Flensborg, þá kynntist ég svolítið mikið ungu fólki. Og hérna, ég hef alltaf litið á alla sem jafningja mína, sko. Hvort sem eru 2 ára, 20 ára, eða 12 ára, eða 100 ára, skiptir mig ekki máli. Ég hef alltaf verið svona, sko. Og það er ein þjóðfélagsverkfræði sem er í gangi núna, er að skipta öllum í eitthvað svona aldursgrúpur. Já, ég tala ekkert við eitthvað sem er 5 árum eldri en ég, sko. Það er þjóðfélagsverkfræði líka. Og alltaf verið að deila og drottna. Góð spurning. Þessi Molly Bolly er ræðilega skemmtileg. Ég býst við á sér stelpaði þú út kærastæði, maður veit aldrei. Ef þú hefur tækifæri til að fara aftur í tíman og breyta einhverju, hverju myndir þú breyta við heiminn? Ég myndi bara einhverju breyta þeim. Ég finnst þetta bara alveg ljómandi allt saman. Það er sko, við lifum í alveg yndislegum heimi. Á alveg yndislegri jörð sem er full alveg yndislegu fólki. Og sérstaklega ef þú kemst í gegnum alla þessa lyga þvælur og dímoniseringar og þessa vitleysu, þá er ógeðslega gott að vera hérna á þessum stað sem við erum á. Hvort sem það er kúla eða pönnukaka eða pera, hvernig það skiptir einhver máli. Og það er hérna, ég skal segja ykkur smá sögu. Strákurinn minn, hann er 4,5 árs, segist að hann verður 5 ára í apríl. Og ef þið haldið þessi erfitt að rökræða við mig, reynið hann. Hann er alveg með hlutin á reynu, sko. Og hérna, hann er mikill heimspekipælari. Ég man ekki hvað samhengi ég ætla að setja. Já, ég er svo gaman að detta hugsanir alveg úr mér aftur. Já, hverju myndirðu breyta við heiminn? Já. Sko, þessi heimur er alveg yndislegur. Og þegar verið er að dímonisera fólk og skipta upp svona aldurshópa og fleira slíkt, þannig að ég ræði við son minn eins og jafningja. 4 ára, 4,5 eða hvað hann er. Og það er ótrúlega gefandi og blessað. Og ef ég væri alltaf bara allan upp, skilur eða manjúveran og já, ekki gera þetta og eitthvað svona, þá myndum við ekki njóta þessa moments sem er núna. Og það er þetta sem að er, sko, til dæmis orðið synd. Allt sem þið hafið heyrt biblíuna eða trúmál er útúrsnúningar, lygi, þvæla og kjaftaði. Til dæmis orðið synd, vitið þið hvað það þýðir? Orðið synd þýðir að missa marks. Og það að missa marks er til dæmis að vera hérna á þessum stað sem við erum á. Og hérna, ég man ekki söguna sem ég ætla að segja svo minni, hún kemur kannski aftur, en hérna, við erum á þessum yndislega stað og það er bara einhvern veginn verið að segja okkur að allt er ómögulegt allan daginn, út og inn. Og ef við náum ekki sjálf kontról á þessu, þá munum við bara einhvern veginn sogast í þetta helvíti. Og það er það sem er verið að tala um með að synd, þess að falla ekki í synd, eða vera ekki, lifa ekki í synd, eða ekki í syndga. Að til dæmis þeir sem að fremja glæp, við segjum nauðgi einhverjum og telur sig komast upp með það. Þess að káverið virkar og við komum til kemst undan. Og hann kannski hugsa með sér hjúk, glæpurinn var fullkominn, enginn
var vitni að glæpnum og ég sloppinn skattfrí. Þetta ekki rétt, að það var eitt vitni að glæpnum sem veit allt glæpinn og það var nauðgarinn sjálfur, eða sá sem framdi glæpinn. Og með þessari aðgerð þá var hann búinn að eyðileggja sjálfan sig, af því að hann með þessu tapar af þessu mannlega hluta heilans. Nú allir treystur ekki öðrum að þú veist að fólk getur bara ráðist á einhvern og nauðga því, að þú varst að gera það sjálfur, þá eða sjálf, að skilur. Og með því að gera þessa synd, þá eykur líkurnar eða gera það nánast örugt að þú missir marks í lífinu. Þannig að og þess vegna líka til dæmis vilja þjóðfélagsverkfræðingar brjóta upp öll samskipti eldri kynslóða og yngri kynslóða til þess að ekki sé hægt að miðla svona visku á milli kynslóða. Og það sem að eldri kynslóðirnar ofta að reyna að segja ungu kynslóðinni ekki gera þetta eða þetta eða þetta. Og síðan fór guðfræði með þetta lengra, ég kalli þetta syndir eða veist, ef þú rungaðir þá verður blindur eða veist, það kom eitthvað svona alls konar vitleysa inn í málið sko. Að það margt að gert með góðu hjarta sko, að það verið að tala að ef að þú gerir þetta og þetta þá missur marks í lífinu. Og það það sem við verið að tala og þess vegna allar þessar pælingar að vera í tímavélinni fram og aftur, að vera eilíðin og þetta í fabúlutanknum sko. Það allt hugsað til þess að þú missir marks í lífinu. Og ef þú missir marks í lífinu, þá það búið að missa marks að eilífu. Skilur við. Og þessir þessar hálfheila mannverur sem búin að tapa mannska hlutanum af heilabúi sínu, þeir svona geðsjúklingar hlaupandi út allar trissur að meiða saklaust fólk. Þannig að ég myndi nú engu breyta held ég. Þetta bara svona. Og það annað sem að Karl Marx. Hvað spurningin? Missa Karl Marx? Hvað það? Hvað meinarðu, Daði, með Karl Marx? Hann var skelfileg mannvera. Hann var á launum hjá Rothschild. Hann nauðgaði vinnukonu hjá sér sem hún fór með eins og þræl. Hann var atvinnurekandi. Hann var að kritisera atvinnurekendur. Þannig að Karl Marx einn af þessum hræsnurum heimsins sem að við erum með mikið af á Íslandi. Kristinn Hrafnsson svona Rothschild mella eins og Karl Marx var. Silfur Egils, hann mella hjá valdstjórninni. Eða Egill Lókbrá. Allir sem vinna hjá RÚV eru svona fjölmellur eða Rothschild mellur. Flestir sem vinna á fjölmiðlum í einhverju svona mellustandi og eru að halda ykkur á ykkar stað andlega og eða hugalega. Nei, ekki hugsa svona, ekki hugsa, veist, það bara stanslaust verið að berja á heilabúið þér. Þess vegna þegar fólk kemur hérna á Frelsi TV og ég sé bara, ekki trú á orðaði sem ég segi, skal bara tjekka á þessu sjálf fyrir þig. Já, fyrir ykkur. Það svolítið annað tókn heldur að fólk vant. Og já, þannig gerir ég þetta. Og ég mjög ánægður að ræða við fólk tímanu saman og niðurstaðan að við erum ekki sammála neitt. Það bara flott. Samt þá ég búin að heyra fullt af skoðinu hjá hinum aðilunum og alls konar pælingum. Það gaman. En já, það ég veit ekki hvað að meina með Karl Marx. Nema þetta sem ég var að segja. Hann hræsnari og flagari og fábeinni. Og núna líka margir með mynd á honum hvað hann
Chevalier hann var nauðgari og morðingi og fjöldamorðingi sko, skelfileg mannvera. Samt menn alltaf með myndingar og húfunni og það er meira að segja verið að plata ykkur til að dýrka skelfilega fjöldamorðingi á stríðsglæpamenn. Þeir bara dýrki þetta gaura eins og ég veit ekki hvað. Ég veit ekki hvenær live verður næst. Hvað finnst ykkur? Einu sinni í viku eða einu sinni á dag eða 5 sinnum á dag eða hvað höndliði mikið? Er ég ekki alltaf að endurtaka mig aftur? Er þetta ekki bara hundleiðilegt eitthvað? En sjaldan er góð vísa og oft hvæst. Ekki þannig, hvernig var þetta? Sjaldan er góð vísa og oft kveðin, eða hvernig var þetta? Einu sinni í viku, já. Ég sé til bara. Það er líka svolítið atburðartengt, sko. Það leita mjög margir hérna. Já, góð spurning. Hver er skoðun þín á hugleiðslu? Ferðu í hugleiðslu? Ég útskýrði reyndar í síðustu djúpköfun. Ég er kristinn. Ég er frelsaður fyrir Jesú blóð og ég er skírður í heilugum anda. Og ég hef búið mér til mína eigin tegunda hugleiðslu sem að byggir á tungutali og astral, hvað er það? En sko já, þetta er svolítið flókið hjá mér að ég tala í tungum og að tala í tungum er að tala án skilning eða svona já, talar eiginlega án skilning sko bara suramara, saramara, kiramara, síramara, durumara ég veit ekkert hvað ég var að segja en þetta er ákveðin tegund af tungutali og tungutalið er sem sagt að tjá sig án skilnings og ég hef líka pröfað þessa kassa hugleiðslu og verður að fara svona tilbyggja þess að hugleiða alveg bara á svona stress í hugleiðslunni ég sé ekki hugleiðslu og stress fara vel saman þannig að mín hugleiðsla og ekki taka þetta upp þetta er bara eins og ég gerir það er svona, ég tók eftir þetta tungutal það róa mann rosalega mikið og það hjálpa mann einhvern veginn að tjá svona já, þetta einhvern veginn, mann líður rosalega vel á eftir og fær svona styrk og allt þetta og ég hef svona þjálfað mig að tala tungutal í huganum sko tala í huganum ég getur ekki kennt neinum þetta neitt, ég veit það ekki en þetta virkar rosalega vel fyrir mig og ég líka mómentið milli svefns og vöku sérstaklega á morgnana það reynda kemur í bylgjum það virkar ekki alltaf til dæmis oft þegar ég er að vinna einhverja þróunarvinnu eða mér vantar einhverja hugmynd í auglýsingabransanum eða einhverjum bransa sem ég er í þann daginn þá stundum lengi ég þetta ástand milli svefns og vöku og já, þar fæ ég oft mína bestu hugmyndir þar greini ég ákveðna hluti mjög vel og já, einhver áratuga þjálfun í því að lengja þetta litla moment þarna milli svefns og vöku og þar beiti ég reyndar ekki endilega tungutalinu það er ákveðin hugarþjálfun sem ég er með þar þannig að ég mæli með að þið farið í þessa kristnu kirkjur sem eru með tungutal eins og krossin gamli þetta er Smárakirkja núna
það eiginlega það svona besti skólinn til þess að læra þetta. Og ég meina allir fólki þar leiðtogarnir þar eru vinir mínir, þannig að það er nú ekki alveg svona, ég er ekki alveg hlutlaus með það. Og passið ykkur að ég er ekki að mæla með þessum kirkjum. Ef ég var á Íslandi var ég í Smárakirkju sko. Að sko kirkjur eru líka bara business, skilurðu. En ég veit að Smárakirkja er spot on á andlegri fræðslu og með tungutalið og heilagan anda. Þið geta alveg treyst þeim til þess að kenna ykkur það í botn. Og þótt þið segja nei takk við allt annað, þá getið þið farið þar bara til þess að læra þetta. Og það er já, þannig er það. En þið þurfa, já, eins og ég sagt, sko, við ættum kannski að hafa bara svona einhvern fabúlu þátt og tala bara um fabúlunar. Ég er alveg til í það. En það er svolítið annar taktur og fabúlunar eru notaðar þess að trufla það sem við erum að vinna í dag. Í raun erum við í þessum rant movement, sem er kallað truth movement, sem er ekki rétt, þetta er rant movement, að þar erum við í ákveðnu hugsanaflæði. Og þetta hugsanaflæði er mjög mikilvægt núna og það er ákveðið atriði að klára þessa vinnu. Þetta hugarflæði, þetta er vinna, hugarvinna. Og ég tel að á þessum mómenti sé ekki gott að taka fabúlunar inn í þá rútínu, sko. Það er bara mitt mat, skilur. Og þannig ég held að fabúlupælingarnar ætlum að taka það aðeins seinna, sko. Það er svo mikil hugmynd að vinna sem þarf að vinna núna, eins og til dæmis með þessa nýju stjórnarskrá sem ég hef lagt fram. Hún er á vefnum. frelsitv.com. Sýn ykkur það. Hvernig það er skrifað? Nei. Ég hef komið inn svefngáls í mig. Já, mitt. Ég get kennt ykkur að tala í tungum með yfirlið og ég reyndar að man ekki hvernig maður fylltist heilugum anda. Það veit að það er Smárakirkju. En ég eins vegar er með hann. Svona eins og maður mann stundum ekki hvernig maður á að setja upp forrit sem maður að nota allan daginn. Maður mann kannski ekki alveg hvernig maður setti þetta upp. Hérna er ég á talandi geðveiki, skilur. DMS er geðveiksvikamilla. Vá, hvað flott efni maður. Vá, ég þarf að fara á hverjum degi, sko. Smá plögg. Það er svo langt síðan. Já, hérna er stjórnarskráin mín sem heitir Kletturinn núna. Og þetta var reyndar í radíói. The Tabernacle Tent. Hérna eru allar blekkingarnar. Þetta er Kletturinn minn. Áðurnefnd stjórnarskrá, grunnur Íslendinga. 1. grein, lífið hefst við getnað. 2. grein, eignir óskerðanlegar. 3. grein, enginn má gera öðrum mein. 4. grein, enginn má innheimta skatt með valdi. Punktur á pasta, það þarf ekki meira í klett undir þjóðfélagi en þetta. Þannig að, og svo tuða ég þetta hérna í öðrulega 1 eða 2 tíma. Allt er heilaþóttur, kirkjur, sjónvarp, skóli, stjórnmálaflokkar, fyrirtæki. Allt er heilaþóttur. Það er svolítið barnalegt að taka bara eitthvað eitt út og útúða það sem heilaþótt. En það er nú, stundum segi við kirkjunum, það er nú bara flott að vera með heilaþótt. Það er ekki, maður er með skítuga buxur, þá er maður þvoða, er það ekki? Eða óhrein föt. En ég ætla að reyna að loka þess aftur. Er þið með fleiri spurningar? Það er þetta alltaf inn hérna á síðustu sekundunni.
Davo del Sol. Kort Costa del Sol. Já, gaman að vita hvernig aðrir hugleiðsla. Ef að maður næmur á dímoniseringar, bæði alveg í svona persónur, þegar í vinnunni sem segir, þessi bara, eitthvað ekki í lagi með þennan, skilu. Og þú stoppar við og hugleiðir það. Hvað verið að dímonisera þennan? Hvað það? Og þá ertu komin ógeðslega langt. Bara með að stoppa þig í staðinn fyrir að segja bara strax, þessi, ég fann einmitt að var fælega átt líkt á hann, veist. Ef þú dettur í þetta far, þá ertu náttúrulega bara fáviti, skilu. En hugleiðsla, já, eins og rafmagnsleiðsla. Það er náttúrulega, þessi stund á milli svefns og vöku er svo mikið ró, maður í svo mikil ró. Fyrirgefðu. Og það þessi ró sem maður að leita að. Og náttúrulega þessi endalausu heilaþotur með ótta og fleira slíkt. Það er hluti af því til dæmis að frelsast og þetta Jesú dæmi, sko. Það sem að Jesú gerði í raun var að brjóta brott dauðans. Það er eitt af hans stærstu verkum. Og það er að yfirvinna ótta, að dauðinn veldur mann ekki ótta lengur. Og þess vegna er svo mikilvægt að lifa í núinu. Þess vegna er alltaf verið að láta þig lifa í framtíðinu og fortíðinni. Af því ef þú lifir í núinu og ert í hugar ró og ert ekki í ótta, þannig að mikill hluti af hugleiðslu og fyrir mér þessi tungutal og þetta er að svona skoða þennan ótta og fleiri með þetta Frelsi TV, þá sjáum við nú 2 og 3 vídeó þar sem ég var mjög stressaður það. Ég held að bara að þetta er ekkert alveg hættulaust starf. Það eru öfl sem að myndu hugsanlega vilja drepa mann, skilurðu. Þannig að ég þurfti að taka ákveðið val að er það þess virði að lifa í heimi þar sem maður er ekki frjáls. Og einhver sagði það nú undan mér að gefa mig frelsi eða gefa mig dauða, sko. Þannig að þetta er ekkert í fyrsta skipti sem við erum á þessum stað, þar sem að lögregluríkið er að vaxa upp alls staðar og mannslátranir og mannfórnir og allt þetta. Þetta er ekkert af þessu nýtt. Og það sem gerðist með Jesú, sko, ég hef líka sagt að Jesú getur verið bara hugmynd. Það þarf ekki endilega að hafa verið persóna með nafn og kennitölu. Þótt að þessi sagt frá í Biblíunni alveg í smáatriðum að hann fór og lét skrá sig og fá kennitölu, skilur. Hvað er það? Það er náttúrulega að vera að kasta allir með þessum póstulum og þessum fávitum til að rugla þetta allt saman. En það sem að Jesú í grunninn gerði var að hann braut brott dauðans, hann tók ótta fólks við að deyja og hann aftengdi blekkinguna með syndir, að fólk gæti ekki sótt bara syndaraflaust beint til Guðs eða sjálfsins eða einasta grasstrá eða hvar sem er. Að hann braut þetta og þess vegna segja sögur að kristnir voru bara notuð sem voru kastað fyrir ljón og drepni bara daginn út og daginn inn. Og í 650 ár voru kaþólikkar að drepa kristna sem að höfðu anda Jesú Krists og skildu hugmyndir Jesú Krist og skildu Jesú. Og það er þetta sem ég er búin að vera að lýsa í kvöld. Það er þetta einfaldlega að lifa í núinu og vera sáttur akkurat hér og nú og vera óttalaus við dauðan eða framtíðina, vera hræddur við dauðan og svona framtíðarótti. Geti borgað næsta afborgun. Hvernig verður þetta? Allir þessi framtíðarótti er framleitt og er hluti af þjóðfélagsverkfræði. Þannig að hugleiðsla er kannski bara setja en stopp á þann pakka, skilur við. Ef hún bara að stoppa hvað ég gerum mánaðamótin og hvernig verður
svo voru jólin að koma maður, bara, veist, þetta ekkert líf. Þetta í raun dauði, þú ert í raun dead man walking, sko. Og þannig að þú bara nærða hugleiðslega bara stoppa þetta, sko. Bara, já, ég hér. Já, það bara fínt. Og elska bara tómleikan og ekkert að gerast og kyrrðina og þögnina og finna líka, sko, maður líka í fullt af samskiptum og að gera fullt af hluti sem eru óbóðslega djúsi, sko. En ef þú ert alltaf með eitthvað bara mánaðamótin að koma jólin, þá nærðu ekki að njóta einu sinni matarinn sem þú ert að borða. Og veist, ef þú ert í einhverjum svona hama þá nærðu ekki að borða og njóta þess að borða. Og ekki einu sinni að þekkja mun á góðum mat og vondum mat. Ég til dæmis ef ég borða vondamat í dag þegar við erum búin að taka allt þetta matardæmi fyrir, þá bara áhrifin koma strax fram og ég skirpið út mér, sko. Þannig að það þetta sem að máli snýst sko. Og ég enda kannski á KISS-reglunni, keep it simple, stupid. Það þannig sem maður á að gera þetta. Og ef að hlutinir eru flóknir, þá þeir eitthvað bilaðir. Ég þakka ykkur fyrir kvöld. Það ekkert meira að spyrja mig. Ég greinilega svaraði öllum spurningum veraldar einu kvöldi. Ekkert að þakka. Bara enjoy it. En já. Ég sem sagt ekki með neitt prógram og veit ekkert hvenær ég gera næstu þætti eða neitt. Og ég ætla að halda þið bara þannig. Og þegar það gerist, þá gerist það. Ég reyndar auglisti núna þennan live svolítið með tímalega. Þannig ég svona aðeins að reyna að bregðast við því sem þið að biðja um. Og þannig að ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og góða nótt.